Komið sæl aftur, það Rauða borðið sem tekur hér við að fréttum fimmtudaginn 23. október. Það líf og fjör við borðið í kvöld en þátturinn endar hér á að Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir kemur og ræðir piparmeyjar og viðhorf þeirra við hann Björn Þorláks. Bræðurnir Ólafur Þ, prófessor í stjórnmálafræði og Tryggvi Harðarson, fyrrverandi námsmaður í Kína og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði og víðar, segja frá ferð sinni til Kína og þeim stórkostlegu samfélagsbreytingum sem þar hafa átt sér stað frá þeim tíma að Tryggvi fór til náms í Peking fyrir hálfri öld. Hlín Agnarsdóttir, höfundur og leikkonuna Rósa Guðný Þórsdóttir og Guðbjörg Thoroddsen segja Gunnari Smára frá leiklestri á Allt okkur, leikriti eldri konur. Vaxtamálið, ný stjórnarskrá, áfengi og börn, mál Steinþórs Gunnarssonar, þvingunar fækkun sveitafélaga og sigur blaðamanns gegn sveitafélagi verða til umræðu hér í þættinum Réttur settur hjá Birni Þorláks og Gísla Tryggvasyni. En það kvennaverkfall á morgun og hér eftir stuttar auglýsingar fæ ég til mín Jasmínu Vasjovits, stjórnmálafræðing sem ætlar að ræða við mig svona örlítið annan vinkil en það ekki alltaf allar konur sem geta tekið þátt og oft eru konur af erlendum uppruna nefndar í þessu samhengi. Þannig að hér eftir stuttar auglýsingar tók ég við. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Ég komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Hingað komin Jasmína Vasjovits, það ekki? Rétt Jú, sagt hjá mér. Vasjovits, já. Stjórnmálafræðingur. Já. Og ég mér langar svolítið að fá þig til þess að ræða svona sérstaklega kvennaverkfallið sem á morgun en það hefur svona borið á gagnrýni úr ýmsum áttum og sumum í samtökum atvinnulífsins þykir þetta of skarpt en eina svona gagnrýni sem hefur gripið mig og ég þekki vegna þess að ég hef heyrt þetta svona úr mínum ranni frá mínum vinum en það að konur og kvára erlendum uppruna upplifa sig kannski ekki alveg partur af þessu stóra verkfalli. Þekkirðu eitthvað slíkar sögur? Þú kannast við þessa gagnrýni? Já, ég kannast mjög vel við þessa gagnrýni. Þetta og mér fannst sjálfri í mjög langan tíma að ég tók þetta ekki til mín vegna þess að í mjög langan tíma ég vissi ekki hvað þýddi í raun og veru kvennafrídagur. Svo var náttúrulega svo margir dagar sem ég kannski tengi líka sem einhvers konar kvennabaráttudag eins og
8. mars alþjóðlega kvennaréttindadagur og eitthvað svoleiðis. En af hverju þessi dagur, ég var mjög lengi en svo náttúrulega skýrðist það mjög mikið fyrir mér því ég fór að læra hér á Íslandi og kláraði náttúrulega hálfskólan hér og allt þetta. Þá var ég svona, mér fannst ég vera nær myndinni hvað raun og veru hvern frídagurinn snýst Í dag náttúrulega veit ég náttúrulega allt þetta, en þannig það kemur mér út frá þessu sjónarhorni, kemur mér ekki óvart að marga konur að erlendum uppruna tengja ekkert við þennan dag. Síðan bara almennt viðhorf hvað segir, undanfarin ár að viðhorf til innflytjenda almennt að þau eru ekkert partur af samfélaginu. Við einhvern veginn gerum ekkert ráð fyrir þeim. Við gerum ekkert, við sjáum ekkert innflytjendur mjög mikið í sjónvarpi, útvarpi eða við sjáum þau ekkert endilega sem svona, hvað maður segir, partur af hversdagsleika annað en að þau eru vinnuafl og þetta viðhorf vinnuafl skemmir svolítið fyrir og ég hef verið margoft tala þetta, við þurfum að breyta þessu viðhorfi að bæði konur og kvár og líka karlmenn en að því við erum að tala konur og kvár þú veist, upplifir sig að hluta af samfélaginu og þegar þú ert hluti af samfélaginu þegar áttu vini, vinkonur, þegar þú ert í vinnu þar sem þú talar umgings Íslendinga, þá ertu taka svona eitt og annað eftir einu öðru sem verið að tala í kringum þig og það miklu líklegri að þú getur spurt, byrju hvað þýðir kvennafrídagurinn, af hverju hann svona mikilvægur, hvað gerist á þessum degi. Þannig þetta bæði svona og svo náttúrulega þriði svona, hvað maður segir, svona í verrakantinum, það líka bara viðhorfað, þetta vinnuafl því þau þurfa að vinna þennan dag og þurfa þjónusta og þjóna eins og við vitum í mörgum þjónustugeirum að það einmitt fólki að erlendum uppruna að þjóna og þjónusta. Þannig það líka það að það einhverjum tilfellum að það hagnast eða gagnast ekki að einmitt að konur að erlendum uppruna að taka sér frí og geta verið mögulega fá laun en ekki vera á staðnum. Þannig Það svona látnar hlaupa í skarði. Ég man eftir einu dæmi bara frá því fyrra eða þar á undan þar sem að vinkona sem að einmitt vinnur í þjónustustarfi niður í miðbæ var kölluð á vakt til þess að vera þjónn vegna þess að íslenski þjónnin var í kvennaverkfallinu en hún sá svo bara yfir daginn að þannig var allt fullt af konum og hún upplýði sig svona svolítið annars flokks og hún var að hella hvítvinni í glös fyrir íslensku konunnar sem voru að taka þátt í kvennaverkfallinu en hún hefði verið kölluð á vakt sérstaklega til þess að stoppa upp í eitthvað gat. Já, og ég hef oft sagt að ég upplifi þetta bara, þú veist, ég reglulega upplifi ég myndi ekki að segja höfnun, ég eiginlega ekki kannski viðkvæm fyrir því, en ég upplifi sjálf bara oft stundum að ég sé ekki hluti af ég finn alveg, þú veist, fyrir því ég sest niður og allir við segjum það að við sem 50 manna hópi sem ég hef áður fyrir kannski ekki lent en síðustu 2 ár hef ég ansóft lent í því að ég kannski sitt ein og enginn sest með mér við borðið samt vita flestir að ég tala góða íslensku og hluti í samfélaginu þannig þetta eitthvað þetta svona gerist því að þú upplifir á þessari stað og þessu stund þá upplifir að þú sért ekki hluti af því og þú sért svolítið skilin út undan hvort sem fólk gerir þetta viljandi eða óviljandi ég held flestir gera þetta óviljandi ég vil meina það en það þessi breyting, þetta viðhorf. Við þurfum að breyta hvernig við horfum á hlutina. Ef við erum með fólk, hvort sem starfsfólk, vini, vinkonur, í ættingum, einhverja erlendum uppruna, það ber okkur svolítið skylda að upplýsa og passa upp á svona hluti.
að fólk að erlendum uppruna og konur þar sérstaklega að því þær eru líka 12% af vinnumarkaðunum okkar að þær viti hvað snýst kvennafrídagurinn og hvað það er mikilvægt líka fyrir þær. Ég bara get sagt fyrir mína parta og ég veit að margar innflytjandi konur tengja alveg við þetta. Þú veist, að vera hluti samfélaginu og læra íslenska sögu. Það gerir þið part af að vera hluti af samfélaginu. Það gerði mig svo sannarlega. Ég er stolt af því að vita hver Vigdís Finnbogadóttir þú veist, að tengja við hana og hennar orðræði. Ég tengi við Bjarnfríði og ég tengi við, ég er náttúrulega líka stjórnmálafræðingur reyndar, ég lærði mikið þessar konur, en það breyti því ekki, það er margt sem ég læri ekki, en ég lærði kannski í gegnum að lesa bækur, íslenska bækur og vera að uppgöta og allar þessar konur og margar og mína fyrstu fyrirmyndir eru íslensku konur vegna þess að ég kem 15 ára gömul. Þannig það skiptir mig máli til að vera partur af samfélaginu, að líta upp og hafa einhverja konur, en svo er líka, þú veist, saga, kannski svo ekki gleymi ekki þennan part líka, kvenna sem þú veist, ég er hvítkona, þannig ég er í forréttindahópnum, þannig margar þessara kvenna kannski endurspegla mín viðhorf og ég tengi við þær. Þannig það er mikilvægt að þessar fyrirmyndir eru til staðar líka fyrir konur sem eru að öðrum uppruna og annari húðlit heldur við. Þannig ég held það sé mikilvægt að fræða ef ekkert annað fyrir utan það að þetta er líka ákveðni réttindi þarna sem gerast og það sem mér hefur oft dottið í hug í þessu samhengi erum við komin að þann stað að innflytjandi konur þurfa að taka sér frí og strunsa kannski eitt og sér og hafa kvenréttinda frídag fyrir konur erlendum uppruna, jafnvel stóran hóp innflytjenda vegna þess að ég veit ekki hvernig á íslenskt samfélag að skilja í raun og veru hvað þarf að gerast til þess að þau margir hverjir skilji hvað þetta snýst. Við erum með 80.000 innflytjendur sem vinna hér og 12% eins og ég segi eru af vinnumarkaði sem eru konur á erlendum uppruna af þessum 18%. Og þetta eru þær stöður sem að svona halda uppi viðkvæmustu starfsemi landsins, ég meina þetta eru heilbrigðiskerfið og þetta eru skólarnir og leikskólarnir og svo er þetta þjónustu störfin. Já, það er það og þetta er náttúrulega þjónustu störfin sem við megum ekki missa konur úr, en á sama tíma, að því við megum ekkert missa úr, þá erum við samt á sama tíma gera einhverja kröfur að þær einhvern veginn mæta í vinnu, að því þetta er láglaunastörf, oftast nær. Þannig það er ekki skríti að mörgum hverjum kannski finnist að þau var ekki partur af samfélaginu og ekki partur af þessari kvennabaráttu en við konur almennt held við græðum á því að hafa allar konur í einum hóp. Það er að segja, þú veist, að það er oft líka vill vera, þú veist, það er alls konar gert kannski fyrir konur að búi til úrræði, en konur erlendum uppruna hafa ekki fulltrúa og og jafnvel konur frá kvár hafa ekki fulltrúa, að því það er lítið einmitt sem einn hóp. En þessi hópur þarf að vera svolítið, það þarf að vera samstaða og það þarf að þá upplýsa og gera það af svona, hvað maður segja, einhver svona verklagi að slíka konur að vita af einum eins og er á morgun. Myndir þú að segja að því að það hefur, eins og ég sagði í byrjun, það er auðvitað komið alls konar gagnrýni á þetta kvennaverkfall og svona kvennabaráttuna sem þykir ennþá svolítið vera svona einhvern veginn svona marrandi í einhverjum svona öðrum bylgju feminisma, að þetta sé kannski svolítið svona
þetta sé svolítið svona einhliða, þetta er svolítið svona, reyndar ekki bænarja því að það búið að bæta kvárunum í kvennafríkdaginn, en hérna þetta er svona hvítu konu feminismi svolítið. Það meira, þú veist, erum við bara sem samfélag kannski komin á annan stað, erum við bara frekar komin á svona, eittum við að vera einbytt okkur að stéttabaráttunni frekar? Já, ég hef velt þessari spurningu, ég verði veikina undanfarna daga rosalega mikið. Ekki beint kannski, en ég finn alveg að það er að gefa til kynna, ákveðin orðra hefur komið fram að það er verið að gefa til kynna að konur að erlendum uppruna sem eru í lágstéttastörfum eða láglaunastörfum, ætla ég segja, í neðari stétt. Það er verið að gefa til kynna eins og þær, þú veist, vinna og hina konunnar sem eru þá hvítir íslendingar sé einhvern veginn herrasett og að því ég er kona erlendum uppruna þá hef ég velt þessu fyrir mér hvernig á ég skilgreina mig sem á þessu hérna á þessari línu eða þessum ás vegna þess ég er hvít kona, ég er millistéttin en ég er að erlendum uppruna. Þannig ég á ekki einhvern veginn samleið, ég myndi ekki segja, þú veist, ég sé láglaunakona, vinna á leikskóla með lægstu launin, ég get ekki skilgreinir þar vegna þess að ég er ekki þar. Ég var þar að vinna í láglaunastörfum, en svo eru hérna íslenska konur, velmenntar og femínískar og allt þetta. En ég held að sé líka hverja konur, sérstaklega erlendum uppruna, koma úr mörgum heimum, menningaheimum og þó að við myndi telja mjög vestræna og jafnvel konur frá Póllandi og fleiri ríkjum, Litáen, Lettlandi og öllum þessu Austurtjaldsríkjum til dæmis, en við þurfum að muna það, hérna barátta, þú veist, hvað maður segir, kvennabarátta er ekki komið svo langt þar heldur. Þannig það er ekki bara að læra kvennréttinda frídaginn, það er líka þessi stétta, skilur barátta hjá þeim þegar þeir koma hingað, þá fara í láglaunastörfin og þeim finnst þau eiga að vinna, þau eru hrættar að þeim verður sagt upp. Á meðan kannski ég sem kona sem er velmenntuð og vinn hjá góðu fyrirtæki eða, þú veist, ég þarf ekki að vera hrætt það vegna þess að það er öðruvísi standard. Þannig já, að sumuleyti á það við að þetta sé stéttabarátta og getur verið, en að öðru samt, eins og segi, ég get ekki sagt að ég samsama mig ekki og ég veit slíka konur í kringum mig sem eru orðlega sama stað og ég, sem velta þessu spurningunni fyrir. Er það stéttabarátta? Þú veist, ef þú ert að fá rétt laun og þú ert eins og meðal Íslendingur, þessi hvítu konu, hérna, já, hvít kona af íslenskum uppruna. Ég samsama mig á einhverjum hlutum þar, en svo kemur, já, en ég var einsinni, hérna, láglaunakona, ég bara vann mig upp. Þannig þarna er svolítið pínu togstreita og ég veit að ég er að tala í hóp kvenna sem finna sig akkurat í þessum orðum. Að því þetta er mjög algengt þarna að þetta sé hérna svona, já, svolítið togstreita og kannski er það komið tími að kannski færa þetta yfir og stéttabaráttu, en þekkjandi tíma og feminisma, við erum ekki fara að gera það og eitt útilokka ekki annað. Svari mitt í rauninu veru var, niðurstaða hjá mínum, út frá mínu sjónarhorni eitt útilokka ekki annað. Ég get samt sem einstaklingur, þess að tala viðhorf. Viðhorfið mitt, ég get tekið mig frí, ég ger þetta ekki fyrir mig, en ég ger þetta fyrir alla hina konu erlendum uppruna. Og ég get bara sagt að ég færði til viðbörð sem ég ætla að mæta á eftir til þess að geta mætt í þennan þátt vegna þess að ég líti á þetta sem mína skyldu konu að erlendum uppruna til að styðja alla konur sem eru þarna neðst að hvetja þær að það er líka pláss og þau eiga að taka pláss og þær sem þekkja mig
vita það alveg, fyrsta sem ég myndi segja við slíka konur að taka pláss. Og þú upplifir það svona ábyrgðartilfinningu gagnvart öðrum konum sem eru kannski ekki, hafa ekki jafn sterkt tengslanett inn í Íslands samfélag? Nákvæmlega, vegna þess það erum við konunar sem þurfum, sem höfum, kann man segja, sveigurum og pláss til að tala fyrir aðra konu og lyfta þær upp. Við eigum að gera það. Þetta á vera ábyrgð okkar. Þetta samfélagslega ábyrgð okkar og það ekki bara að því ég erlendum uppruna, kannski að því ég skil þau betur og hef unnið í málaflokknum innflytjenda í meira og minna í 24 ár. Þannig ég þekki þessa tilfinningu, ég þekki margar sögur, ég þekki fullt af fólki og hérna mjög vel tengd inn í innflytjenda samfélag, bæði lágstéttina og kannski hástéttina ef maður orða það þannig. Og veit hvað mikilvægt, en ekki síður alla konur, aðra konur, hvort sem íslenska innfædda eða erlendum uppruna, lyfta öðrum konum almennt. Og ég held það sé lykilatriði að horfa þetta ekki út frá einhverjum hvítum feminisma, heldur horfa þetta út frá öllum konum vegna þess að allar konur, alveg saman hvað það eru, þurfa að díla við það sama. Þriðjuvaktina, lægri laun, út frá kyninu, þó það sé stjórnenda hvítar konur í stjórnendastörfum, þær hafa líka lægri laun miðað við karlmennina. Þannig þetta baráttu okkar alla og nýta sérstaklega á Íslandi tækifæri. Og tala fyrir þessu. Ég til dæmis í stjórn FKA og mér finnst ég bara meðal ótrúlega flottum konum, ég finn ekki minnimáttakend þar út af því að ég erlendu bergi brotnu. Vegna þess, þarna menningin að lyfta öðrum konum upp. Og ég held og byggja tengslanetti og svona. Þannig við þurfum einhvern veginn að byggja bjóða konum velkomnar eins og við gerum í FKA, þú veist, þarna mæta hópur kvenna erlendu bergi brotnu sem með skapa sín verðmæti í samfélaginu. Þær geta verið hluti af samfélaginu, en ég samt þar líka sé að þetta konur sem vandast kortir oft tengslanett. Þarna eru konur kannski sem eru komin lengra heldur þessi kannski láglauna konur, en þú sér nákvæmlega sömu munstur þar. Þannig það svo mikilvægt allar konur lyfta konum, en líka að milli hvað maður segir, stjætta eða milli líka geira og líka geira. Maður sér það líka oft að það vantar að ólíki geira taka sig saman og lyfta konur, að því við viljum oft skilgreina kvennastörf og líka kallastörf. Þú veist, þarna líka tækifæri fyrir okkur að skilgreina okkur ekki sem kall og kona í þeim skilningi bara hjúkrunarfræðingar eru konur eða bara vélvirkjar eru kallmenn. Þú veist, þarna þessar staðalímyndir og þannig við þurfum, það svo margt sem við, þegar sagt, já, allar konur stjórna Íslandi og jafnrétti komin. Það bara aldeilis ekki. Það ennþá konur sem vinna þriðjuvaktina. Það ennþá konur sem að taka frí úr vinnunni til að sækja börn og leikskóla. Þrátt fyrir alla breytingar sem við erum að gera, þetta svo hæg þróun. Þannig við þurfum gera betur og meira og þá allar konur, ekki bara, þú veist, og til þess að allar konur vera partur af því, það þurfum við bjóða konum að erlendum uppruna sem þurfum að taka á okkur bara það ábyrgð og taka það með vegna þess það mun hjálpa baráttunni, það mun ekki skemma hana og mér finnst ekki góð leið til þess að ná í samstöðu í hópi kvenna að sundra þær með orðræðinni að það sé einhvern hópur láglaunastétta konur, að það sé hópur kannski endilega sem við viljum skilja einhvern veginn út undan. Það ekki vilji, það bara við þurfum að taka ábyrgð á okkur líka að hvetja þær, upplýsa þær, færa þeim þessar upplýsingar.
þannig við getum verið sterkari saman. Það er einmitt að því þú nefnir hérna upplýsinguna og svona og það er auðvitað aðgengi kvenna af erlendum uppruna að svona samfélagslegum upplýsingum og bara þekkingu, bara svona félagslegri þekkingu eins og þú varst að segja með kvennasöguna hér og hvað. Hún er auðvitað takmörku og það er kannski, það er erfiðara fyrir konur einmitt sem eru kannski nýkomnar eða hafi ekki tungumálið og eru að vinna mikið. Það hafa bara ekki tíma fyrir neitt, ekki einu sinni til þess að fletti gegnum blöðin eða einhvern veginn leita sér að þekkingu, þær eru bara alveg búnar á því þegar þær eru búnar með sinn vinnudag, því að þá fara þær yfirleitt heima að hugsa börnin sín og hérna, sko, hvernig getum við gert þá betur sem samfélag bara til þess að, og líka bara svona kvennahreyfingin, hvernig getur hún gert betur svona til þess að ná til þessa hóps, af því að þetta eru konur sem að kannski þurfa mest á okkur að halda. Já, og bara innleið, það er hérna samtök sem heita Women, konur erlendum uppruna og hérna til dæmis þær hafa ekki hérna mjög háa rödd í þessu samfélagi. Þessu félagi þarf að lyfta upp. Til dæmis framlög til þeirra þyrfti vera alveg eins og hérna annara og ég held mín persónulega skoðun er að ríkið þarf eitthvað að taka þetta til sín vegna þess að íslensku konuna sem eru innfættar, það hafa tengslanýtt. Þessar konur hafa það ekki. Og til þess að lyfta þessar raddir, þetta er ein leið til að upplýsa kvenna frídaginn, bara ein leið. Síðan atvinnureikendur, ég hef alltaf ég er óhrætt að segja, atvinnureikendur þurfa að taka líka ábyrgð þegar þú ert að fá fólk. Þú ert að fá vinnuafl viðhorfið, þú ert að fá vinnuafl þá ert ekki að fá vinnuafl, þú ert að fá fólk til þín og ég bara get sagt að fara mín eigin reynslu vinnuveitendur mínir þegar ég kom til landsins hafa ekki tekið svona vel utan fjölskylduna mína og það voru vinnuveitendur, það var ekki ríki, það var ekki sveitarfélagi, jú það var reyndar allt fólk í Ólafsfirði en þau tóku, ég meina forstjóri fyrirtækisins, hann skuldlaði mér bara í kvennaskoðun hérna, að því ég var ófrísk á stelpunni minni og hann skuldlaði mig í skoðun hérna, í meðgönguskoðun í sónar, þú veist ég sé ekki mikið að því það er þetta samfélagslega sem við tölum þetta er mannlega þú veist, allt þetta og ég veit það er mikið að gera hjá atvinnureikinni minna ef þú ert með 30 starfsmenn segjum það, þú getur ekki skuldað þeim öllum en hvað getur þú gert í staðinn þú veist, hvernig getur hvað getur þú gert til þess að og það vantar að því ég er svo mikið sjálfboðaliði í einu öðru og ég vinn rosa mikið sjálfboðaverkefnum þar að segja hérna, þú veist, tek þátt í samfélaginu og hef alltaf gert alla tíð síðan ég kom hérna. Þetta er mín leið til að þakka fyrir allt þetta sem var svo gert vel fyrir mig og mína fjölskyldu. Þú veist, sjálfboðaliða almennt, þú veist, það er bara skortur að við gefum eitthvað af okkur, þú veist, því ég nefni, viltu koma, þetta er bara fundir einu sinni í mánuði og svo gerum við eitthvað saman svona annarslægi og stundum við erum að selja eitthvað saman að því við erum að styrkja fólk, þú veist, með hérna safnum fyrir Pétursamtökin eða við erum að gera þetta, þetta er bara of mikið, þú veist, þetta er of mikið einu sinni í mánuði. Þú veist, maður finnur það alveg. Þú veist, ég veit það getur verið mikið og þú þarft forgangsraða og svona. En come on, þú veist, gefum okkur klukkutíma á mánuði, 2 tíma, að gera eitthvað vel, gefum okkur af okkur inn í samfélagi. Við þurfum öll að leggja eitthvað á mörkum til þess að búa samfélagi. Bara almennt, þá er ég ekki að tala eftir trúarbrögðum eða eitthvað þjóðerni eða eitthvað svona. Ég held þetta viðhorf skortir hérna okkur. Við þurfum valdefla það og það er svo fallegt eins og Ísland hérna, eins og ég kynnist Íslandi, þetta er ekki eitthvað hluti minni menningu að gefa eitthvað mikið af sér í einhverja sjálfboðaliðastörf hjá Rauða krossi eða hjá einhverju lægjumsamtökum eða íþróttahreyfingunni eða eitthvað, það skilur alls ekki. En mér fannst þetta svo fallegt í íslenski menningu, þetta lærði ég af Íslendingum. Þannig mér finnst núna í dag því ég tala þetta þá bara hringi allar bjöllur og ég fæ þetta mjög oft þú ert meira Íslingu heldur við mörg hver en þetta eru falleg gildi sem ég lærði og ég held að sé bara gott inni hjá okkur öllum að einmitt líka kenna innflytjendum og konum
að þetta hluti af íslenski menningu en líka að Íslendingar sjálfur taka einu skrefi tilbaka og hugsa bara hvað get ég gert gott fyrir samfélagi og það getur einmitt verið hluti af því að kenna einhverju innflytjenda tungumáli spjalla við hann einu sinni í mánuði í tungumálakennslu af því við erum að ræða íslensku kennslu alla daga, allir einhvern veginn benda putta á hinn og þennan hvernig getum við gert þetta en hvað gerum við sjálf til þess að valdefla og ég meina, erum við að aðstoða okkar nánasta fólki, samstarfsfólk eða vini eða bara ættingja eða eitthvað akkurat þau sem tala ekki íslensku hvernig, og það er óþægilegt þegar hinn aðlið tala ekki tungumálið en þú veist, en við sem einstaklingar, við vitum bara, við vinnum með manneskjunni við hliðina okkur, hún er búin að vera hérna í 2-3 ár allt í lagi að spyrja, þó hún tala ekki tungumáli hún tala kannski ensku, ef hún tala ekki ensku ég spurði börnin því ég er með mína fræðslu hvernig talið við börn sem er nýkomið frá Úkraínu, flottamenn og eitthvað já, við notum bara Google Translate og ég alveg bara, vá, vel gert þú veist, hvenær frídagurinn þú veist á öllum tungumál, þú veist, og þú nærð þó Google Translate þýðir ekkert alveg fullkomið, en þú nærð stóru samhengi. Næsta ári þá veistu eitthvað meira þegar þú ert búin að bæta í íslensku og það næstu ennþá meira. En fyrstu skrefin er að við erum að fara öll að morgun, þú ert bara velkomin með, þú getur komið með okkur og kannski einhver viðbörn með þér, bjóða, vera með, ekki skilja út undan. Þetta er ein leið til að læra hvern frí daginn á morgun og það er bara þú veist, getur verið önnur umræða en veður heldur bara, við erum að ræða kvenréttindadaginn á morgun, viltu mæta eða hann er eftir viku, viltu mæta þú veist, ég veit að mínu vinnustað þú veist, það kom tölvupóstur þú veist, það sem er bara öllum sagt frá þú veist, þannig þetta er bara ótrúlega saklaust lítil en veitir upplýsingar. Þú veist, hver og einn fyrirtæki, hver og einn einstaklingur, hver og einn eining, samfélag þurfa að vera dugleg að bera boðskapinn. Við eigum að vera stolt og þegar ég tala inngildingu að því vinur minn hérna vinn sem einmitt var gestur hérna daginn hjá ykkur og við erum rökraða mikið og þú veist, og inngildingu. Inngildingin er ekki bara sko eins og margir miskilja að það sé Íslendingar þurfa að taka einhver hefði og síði einhverja útlendinga. Inngildinni er einmitt þetta sem ég var að segja áðan. Ertu partur af samfélagi eða ekki? Sumir hafa ekkert áhuga og ég skil það. Það er fólk sem kannski komi hérna að vinna bara 1 ár, 2 og tímabundið og eitthvað með skólanum eða eitthvað. Þú veist, ég skil mögulega en þeim finnst jafn mikið gaman að vita hvern frídegi sem er á morgun og jáfnvel langar að styðja okkur. Þú veist, þetta snýst ekki að við erum að tróða eitthvað upp á hann eða hann. Þetta snýst meira upplýsingu. Við erum að skiptast á, við erum að deila viðhorfum, við erum að deila sögunni, við erum að deila hefðum, síðum, þú veist, Íslendingar gera þetta og ég held þetta sé bara góð uppskrift núna bara í þessu bakslægi einmitt að taka þessa hefð eða þennan frídag sem gerðist hérna fyrir 50 ára síðan og yfirfæra hann bara út allan heim vegna þess að við erum akkurat þessu, ég held stödd í sögunni, þar sem við þurfum spyrna vel í og koma betri baráttu af stað vegna þess að hún er í hættu. Hvort sem eru konur, kvár eða trans eða innflytjendur eða minnihlutahópar. Þannig þetta eru tækifæri. Og ég veit, ég hef búið að tala tækifæri nokkrum sinnum, en ég er líka þessi kona sem vill hafa jákvæð og taka bæði úr öllum menningaheimum þar sem er gott og einhvern veginn finna leiðir sem mun hjálpa okkur í þessu. Að standa saman. Af því það er svo auðvelt einmitt og við búum í þannig tíma sem er gerðar ansi margar tilraunir að sundra okkur. Þannig ef einhver tíma er mikilvægt að standa saman, þá er það núna.
Og kvennarsamstæðan auðvitað snýst það. Akkurat, á morgun, bara á öllum uppbrunum. Akkurat, og þú hvetur. tegundum. Fyrst ég með þig hérna, Jasmína, get ég fengið til að segja á móðumálinu þínu hérna í myndavélina, hérna, hvetja konur til að koma og konur og hvar? Á mínu tungumáli? Já. Sutra u 1:30, između 1:30 i 2 mi ćemo se sastati ovdje u glavnom gradu Reykjaviku i svi su dobrodošli da podrže dan slobodnih, kako da kažem, dan žena na Islandu koji je prvi put bio ovdje prije 50 godina kada su se žene skupile skupa na trgu i ostavile kod kuće i posao i kućne poslove i familiju da bi se borile za ženska prava. Tako da sutra ste dobrodošli. Takk. Þetta var í löngu máli. Já, þetta fannst mér bara, ég hef mig gæsa og þetta var svo fallegt. Þetta var óundirbúið. Ég byrst afsökunar á þessu. Ég var að reyna að finna að vera snögg að finna þetta. Ég hefði átt að væfa þetta. Já, ég hefði átt að byrja þig fyrirfram. En Jasmína, takk kærlega fyrir að koma hérna og svona skerpa á þessu og við auðvitað hvetjum allir til að, eða öll konur og hvár til að leggja niður störf á morgun og taka þátt í kvennaverkfalli í Reykjavík. Ég þakka fyrir mig hérna í bili, örstuttar auglýsingar og svo höldum við áfram rauðaborðið. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, við ætlum að næst að fjalla lagaleg álitaefni, yfirleitt tengt fréttum líðandi stundar. Við leikum okkur stundum með það að títillinn á þessum þætti á samstöðinni sé réttur settur, en aðrir kallan lagahornið. Í dag ætlum við að aðeins að einbra á vaxtamálinu og viðbröðum bankana, stjórnarskrár málinu, andstöðu við áform ráðherra fækkun sveitarfélaga. Við ætlum að ræða mál Steindórs Gunnarssonar. Við ætlum aðeins að ræða siðferði hvað varðar einkennilegan snúninga og starfi íþróttafélaga, að það sé allt í lagi að bjóða upp á áfengi þótt börn séu út allt bara til þess að rétta af rekstrar eða fjárhagsstöðu félaga. Og svo er stjórnsýsluvenja í uppnámi eftir að blaðamaður lagði Akranes kaupstað. Og maðurinn sem getur rætt þetta við mig og þannig að þið vonandi hlustendur áhörundur hafið gagn og jafnvel gaman að Gísli Tryggvason lögmaður. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Ef við kannski að byrja á því að því þú varst nú talsmaður neytenda eitt sinn. Þú hefur væntanlega fylgst nokkuð spenntur með einu svokallaða vaxtamáli sem var dæmt í Hæstarétti nýverið og viðbröðunum í kjölfarið. Manni sýnist að staðan sem uppi sé svo að bankarnir ætli ekki að missa neitt spón úr sínum aski. Nei, og þurfi kannski ekki mikið, þeir hafa nú unnið þetta hluta, bankinn, það er bara komið eitt af þessum 4 prófmálum. Íslandsbanki var sýknaður af fjárkröfum neytandans í málinu. Já. En neytendur unnu eða neytandinn vann þann þátt sem laut að skilmálum að mestuleyti. Skilmálunni voru ógiltir að mestuleyti
En eitt skilmáli sem að vísaði til stýrivaksta, hann var nægilega hlutlægur með við svona utanaðkomandi atvik, að hann var látinn standa og að því að vextir höfðu hækkað minna en stýrivextir, sem kom inn úr svolítið óvart, að þá hafði neytandinn ekki beðið tjón af þessum ólögmætu skilmálum. Þannig að þarna var ólögmæti klárt í flestum tilvikum, en það var ekki orsakasamhengi milli einhvers tjóns og ólögmætis. Þannig að endurgreiðslukrafan náði ekki í gegn, heldur var bankinn sýknaður, og svo getur verið að hinir bankarnir séu með einhvern veginn öðruvísi skilmála, þó mér finnst nú ólíklegt þessu mikið öðruvísi. En kjarni málsins eru þetta þessi grundvallarregla sem að hefði nú kannski ekki þurft Hæstarétt til að segja okkur að neytendur sem veikari aðilinn í lánasambandi við banka, þeir ekki að þurfa að vera spámenn eða vísindamenn til þess að geta séð hvernig vextir muni þróast, heldur á að vísa annarkvort í bara tiltekna tölu eða einhverja hlutlæga þætti sem að geta ráðið breytingu á vöxtum. Já. Maður svona fagnaði sem neytandi eitt andartak, getur maður sagt. Þarna tekið frá bönkunum ákveðið huglegt frelsi eða geðþótta mat, en svo kárnaði nú eiginlega í já, hann má segja að þróunin og þess að það sem gerist á eftir er að þeir hóta bara hærri vöxtum, meiri álögum, samkeppniseftirlitið blanda sér í málið, sendir frá sér harðorða ályktun um það að bankarnir ætli allir að boða sömu viðbrögð, þá sé það nú kannski ekki alveg gott hvað var að samkeppni. Og svo núna þá eru allar bankastofnanirnar hættar að veita verðtryggð lán, held ég. Og þetta ber allt svona keima því, finnst mér, að þetta sé þríhöfða þurs. Ef einn ákveður eitthvað þá fylgja alltaf hinir. Hvar er hinn virka samkeppni? Já, mér finnst þetta gott hjá samkeppniseftirlitinu að minna á þetta. Bankarnir hefðu nú kannski átt að vita það, þeir með ekki stilla saman strengi eða líta út fyrir það. Viðbröðin voru að vísu að lokum, held ég, eftir einhverja daga, að þeir settu bara málið í athugun og salt eða frest. Ég vona að það sé bara alvöru þeir séu bara í alvöru að gaumgefa hvernig þetta geti verið löglegt og vonandi siðlegt og sanngjarnt líka. Ég vona að þetta sé ekki einhvers konar þrýstingur á dómstólana að það fær nú allt í óvissu ef þeir fara að dæma svona hlutlópa. En svo spurning vaknar samt? Já, mér allavega flög það í hug, sko. En ég vona ekki. Nei. En sko, heldur þetta geti með einhverjum hætti orðið innlegg í afnám verðtryggingar? Ég veit það ekki, það eru sko 20 ár síðan ég byrjaði að tala, held ég, opinberlega, já. Það eru 20 ár síðan ég byrjaði að tala opinberlega að verðtrygging stæðist ekki svona meginreglu laga og Evrópuréttar. Þannig ég er svolítið þreyttur og að bíða eftir því að enni nefndin verði skipuð eitthvað, eða enni einar kosningarna verði settar undir það að menn lofi að skoða þetta eða gera eitthvað. Mér finnst það löngu tímabært að bara afnema hana og að það sé bara alvöru samkeppniskraftar ef þeir geti yfirleitt virkað á þessu litla landi sem að ráða vöxtum. En ég hef kannski aldrei verið nógu góður í hagfræði til þess að takast á við þessar mótröksemdir þeirra sem styðja verðtryggingu að það sé ekki hægt út af því að króna sé svo lítil og markaður eins og grunnur og að menn muni hætta lána og eitthvað slíkt. En lögfræðilega finnst mér þetta alveg fáránlegt, enda er þetta nánast hvergi til í sko neytendaskilmálum. Er alveg sama þó að einhverjir fagfjárfestar noti svona afleiðu í sínum viðskiptum, en þetta er ekki heima í heimilisbókhaldinu. Það sem meira er að við eigum nú öll erlenda vini og þetta kallast price index á ensku.
bara 9 af hverjum 10 sem ég reyni að útskýra þetta fyrir, þeir hrista bara höfuðið, þeir gangi í burtu. Ég sé það sama og lögfræðingar sem eru kollegar eða vinir, sko, þeir skilja þetta ekki og halda maður sé bara eitthvað ruglast sko. Þannig að ég hef talað við alls konar fólk, bæði háttsetta embættismenn í norrænu ríkjum öðrum og neytenda sérfræðing og þeir eru bara alltaf jafn hissa. Þannig að ég er nú svolítið þreyttur að bíða eftir að eitthvað verði gert. Sko, Framsóknarflokkurinn hefur nú nokkru sinni sennilega sett þetta á oddinn eða skipað einhverja nefnd og ég var nú lengi í þeim flokki. Þannig ég hafði nú góðar vonir að það yrði eitthvað gert en mér finnst ekkert hafa gerst eiginlega. Nei, og nú þegar við erum ekki lengur með þá sérstöðu að við erum moskítóflugnalaust land, þá væri kannski ágætt að losna undan þessari sérstöðu að vera verðtryggingar. Já, það er góð tenging. En hlustaðir á viðtal sem ég tók í gær við Hjört Hjartarson hjá Stjórnarskrárfélaginu? Nei, en ég sá að þú varst með þann góða gamla félaga í viðtali og við vonum lengi samherjar í að berjast fyrir stjórnlagaumbótum. Þú varst á þinginu? Já, og ég var reyndar, það eru 17 ár síðan ég stakk upp á svona þingirði bóðað og þó að Hæstiréttur hafi ógilt kosningu okkar á stjórnlagaþing þá brást Alþingi við með að skipa okkur samt í stjórnlagaráð. Þannig að það var nú svona svolítið sérstakt en við komum með tillögu, einhuga tillögu umbætur á stjórnarskránni. Já, hann vongóður að þessi ríkisstjórn, hann Hjörtur, í ljósi þess að Kristrún hafi hjólað í veiðigjöldin í sumar og beitir svo ákvæði 71. greininni til þess að koma málinu í höfn. Hann vongóður að ný stjórnarskrá verði á matseðli þessarar ríkisstjórnar. Ert þú bjartsýnn? Nei, ég það nú því miður ekki. Sko, síðasta ríkisstjórn sem gerði þetta, hún tókst á við hrunið og sótt Evrópusambandsaðild og vildi breyta stjórnarskránni og henni var seinna núið sér að hafa ætlað að gera of marga stóra hluti á stundum tíma og ég hugsa að Kristrún Frostadóttir og hennar ríkisstjórn geri það ekki. Þau ætla að fara í Evrópusambandsmálið og það tel ég nú gott en ég sé engin merkjum að þau fara að reyna að breyta stjórnarskránni en þeir eru svona stjórnmálaflokkarnir frekar dragbítar í því og þurfti svona þeir sem þó voru viljugir þurfti nú lengi vel bara að draga svolítið eða sparka áfram sko. Sumir voru beinlínis á móti, aðrir voru svona tilleganlegir. En út frá lögfræðinni, út frá réttindum almennings, út frá viðskiptum og öðru, þú ert enn þeirra skoðanar það sem er brýnt að breyta stjórnarskrána. Þetta er náttúrulega mjög gamalt plagg að stofni til. Já, það er 150 ára. Það var 5. janúar, 151 árs. 5. janúar 1874 sem við fengum fyrstu stjórnarskrána afhenta einhliða frá danska konginum eða okkar kongi og síðan hefur aldrei heildstæð endurskoðun farið fram en vissulega nokkrir kaflar endurskoðaði meira eða minna og rök þeirra sem eru á móti eða efasemdarmenn þau hafi yfirleitt verið sko annarkvort það er ekki gott að endurskipulega svona í heild sem ég er ósammála betra að taka einn kafla einu en þá þarf maður nefnilega að gæta samræminu sko, sem stundum raskast og svo er það kannski misskilningur að þetta hafi verið einhver sko gagger umbylting þó við höfum breytt kannski flestum greinum þá voru sumar efnislega þær sömu og það er ekki verið að gjörbreyta stjórnskipulaginu en það er svona verið að auka þann rauða þráð sem mér fannst einna mikilvægastur sem er að það sé valda jafnvægi eða aðhald, það sem kallað er í Bandaríkjunum checks and balances. Þannig að einn aðili, hvort sem það er stjórnarherra eða bara framkvæmda valdið eða dómstólar eða löggjafinn sé ekki of sterkur, það sé einhver balans. Og ný stjórnarskrá og henni myndu fylgja lýðræðis umbætur, auðlinda ákvæðið, persónukjör, hvort ekki að mætti flokka sem slíkt, ekki satt? Jú,
Umbætur, ég meina fyrir þá sem eru lyndi slíku en auðvitað ekki umbætur fyrir þá sem eru á móti slíku. Ég var kannski ekkit persónulega mjög hrifinn af persónukjöri og áherslu á það. En maður svona náði einhverjum málamilunum það en það að því að það auðveldara að halda flokkum við efnið og gera þá ábyrga ef að flokkar eru til. Já. Ef það hins vegar þarf að setja sig inn í stefnumál 100 frambjóðenda eða einhverja tuga, þá það bara svolítið flókið verkefni og það sást meðal annars í kjörinu til stjórnlagaþings að það voru bara þekkt fólk, nánast bara, það var bara þekkt fólk eiginlega sem náði kjöri af því það voru 500 og eitthvað í kjöri. Já. Í frambóði. Já. En það verður fróðilegt að sjá hvernig fer fyrir þessu máli, hvort það kemur aftur upp svona aukin krafa. Förum þaðan yfir í mikla andstöðu við áform ráðherra Eyjóls fækkun sveitarfélaga. Hún vakti töluverða athygli á dögunum fréttum viðbragð þeirra á Tjörnesi sem afþökkuðu jöfnunarframlag 240 milljónir eða eitthvað sluðis, mjög fámennur reppur 50-60 manns. Þeir töldu það verið að múta þeim til þess að samþykkja sameiningu við Norðurþing væntanlega. Er hægt að skylda sveitarfélög út frá einhverjum lögum til þess að sameinast stærri sveitarfélögum, fámenn sveitarfélög? Já, ég held að það sé nú lagalega hægt, en það hefur einhvern veginn pólitískt gengið svolítið hægt. Það eru, ég held að séu líka eða yfir 30 ár síðan ég held að sé að verða 40 ár síðan Jóhanna Sigurðardóttir þegar hún var félagsmálaráðherra byrjaði að þrýsta á þetta. Svo seinna Páll Pétursson sem var lengi félagsmálaráðherra, hann talaði þetta og það búið að tala þetta svolítið lengi líka, eins og verðtrygging og stjórnarskrá. Það hefur vissu náð svolítið árangur með að þrýsta svona pent á sameiningu, þannig að sveitarfélög voru mun færri en þau voru til dæmis þegar ég var að læra lögfræði, en ég man nú ekki reyndar hvað mörg, en þau eru orðin færri og stærri. Mér finnst það vísu ágætis rök á móti að ef það verið að tala hagræðingu þá eigi nú kannski að sameina einhver sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. En ég held að fyrir borgaran séu nú kannski aðal rökin að það er erfitt fyrir pínu lítið sveitarfélag að sinna vel flóknum málum eða dýrum málum eins og almenningssamgöngum, brunavörnum og svo barnaverndarmálum. Það er ekki gott að vera með barnaverndarmál á skrifborðinu hjá sér sem að varðar kannski bara næsta nágranna. Bara á hæfi, vanhæfi og gagnsæi og persónulegan trúnað. Þannig að ég er nú frekar lindur stækkun sveitafélag, en þetta er nú gengið ágætlega með svona hægðinni. Já, þannig að hún verður kannski ofan á. Ég veit það ekki. Nei. Mál Steindórs Gunnarssonar hefur verið... Steinþórs, já, afsakaðu. Steindórs Gunnarssonar hefur verið töluvert í umræðinni síðustu daga. Það verðist nú vera ansi ljót saga. Hvað getur þau svona... Já, það er nú búið að þrýsta svolítið, hvað að segja, frá hægri að ýmsir aðrir miðlar sinni því líka, en það er ágætt að við tökum það aðeins upp. Það er búið að fjalla það í hlaðvarpi hjá Morgunblaðinu og núna aðeins á RÚV og víðar að hann var dæmdur fyrir brot, markaðsmisnotkunar brot og svo að lokum var hann sýknaður. Þess að máli var endurupptekið af því að einn dómari við Hæstarétt var vanhæfur í hans máli og undirliggjandi var nú líka að Hæstaréttur hafði í rauninni sjálfur fundið röksemd sem var ekki búið að takast á fyrir dómi og það er svolítið gróft brot gegn réttundum hans. Þegar, og því miður hefur maður séð þetta oftar bæði í einkamálum og
sakamálum sko, en það eru sakflytjendur, lögmenn í einkamálum eða ákærandi og sækjandi og verjandi í sakamálum sem eiga að bera réttina á borð og röksemdirnar, staðreyndirnar og dómstólar mega ekki í nútíma réttafari, það eru meir en 100 ár síðan því var breytt svona að mestu, að dómstólar mega ekki finna sannleikan sjálfur eða meintan sannleika. Þeir eiga bara að velja úr röksemdum og mega ekki finna sannleikan ef að lögmennir eða sakflytjendur hafa klikkað á að bera hann á borð. Nú kjarni málsins að það var ekki sannað að Steinþór hefði vitað eitthvað galla á fjármögnun þessara viðskipta sem hann var bara að framkvæma, þannig að hann var saklaus og þetta er alltaf svakalega sorglegt að hafa varið 17 árum af sínu lífi í að verjast einhverju sem að reynist síðan ekki rétt. Já, maður getur rétt ímyndað sér hvers konar líf það er að lifa, sko. Já. Já. Ég vildi hins vegar að, hvað að segja, smælingarnir hefðu stundum sömu möguleika. Mér finnst stundum eins og hvítflippa glæpamenn meintir hafi sterkari stöðu til þess að krefjast réttar síns í svona, og það er fínt að þeir hafa það, en mér finnst að mætti gera meira fyrir smælingina, svo má segja, sem að þurfa líka að njóta mannréttinda. Litla andlitslausa fólkið. Já, ég er alveg sammálaður með það við sjáum náttúrulega mörg dæmi ákveðna misskiptingu í þessu, en málið er einhvers konar svartur blettur á réttarsögunni. Við getum örugglega verið sammála það, og svo líka áhugavert að það hefur verið dregin inn einmitt svona pólitíkin í þetta, hvaða fjölmiðlar fjalla þetta og hverjir ekki, hvað heldur að skýri það? Já, og hverjir hafa beðist afsökunar og hvar sökin liggur, það er auðvitað eðlilegt að maður eins og hann taki eftir því að sækjendur og lögreglumenn og dómstólar og fjölmiðlar hafi annarkvort sagt eða gert eitthvað eða ekki sagt og gert eitthvað sem að honum mislíkar, og mér finnst sjálfsögð svo krafa að dómstólar að fjölmiðlar sem að hafa sagt rangt frá þeir leiðrétti að miskosti og kannski byggðist afsökunar, en auðvitað voru fjölmiðlar yfirlega í góðri trú ef að dómstólar hafa komist að einhverju niðurstöðu. Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að íslenski fjölmiðlar þeir hræðast of áhrif þess að viðurkenna mistök. Fréttir og stór hluti af fjölmiðlunar unnin í tímarhæki undir miklu álagi og mistök eru innbyggð í einhvern hluta af öllu því efni sem hlýtur að fara í loftið á hverjum degi. Og sumir fjölmiðlar og fjölmiðlamenn líta svo þannig á sem að þeir missi trúverðuleika við að viðurkenna mistök. Ég held hann aukist. Ég held að það er bara mannlegt að gera mistök, og mín svona persónulega sýn er svo að fjölmiðlar eiga ekki að skirrast við það að biðjast afsökunar á því sem betur þeim átt vara. Já, ég er sammála því. En ekki. Heyrðu, ég var með hann Árna Guðmundsson, hann er forvarnafulltrúi. Já. Hann kemur hér, hann er einn af förstum gestum hér við Rauðaborðið, og við erum alltaf að ræða sama efnið sem eru áfengismál, og við vorum að ræða UMFI núna á dögunum. UMFI er sem sagt með tillögu í Pækli, hún er í Salti, það sem að aðildarfélög UMFI er ekki sammála hvaða skref skuli stigin, hvað var þar áfengisölu á viðburðum tengdum starfsemi þessara félaga. Maður hefur séð að knattspyrnudeildirnar, stóru félagana, þær eru farnar að viðurkenna þetta bara sem rekstrarugg að þurfa að selja áfengi, og í sömu krefsum þá þykir þetta bara allt í lagi, en svo eru líka til hópar sem eru alveg brjálaðir og segja bara, býtu, hvað er siðferðislega hliðin á þessu? Er ekki til einhver lög sem að vernda börn frá því að það sé barn í íþróttastarfsemi og að er ekki að vernda það frá því að það sé allt löðrandi á áfengi? Er til einhver löggjöf sem að bara segir þetta gengur ekki? Nei, ég held nú ekki. Það er vísu þetta ákvæði í stjórnarskráni sem við höfum talað áður, að ríkisvaldið eigi að styðja börn og passa upp á umönnum þeirra, og ýmis lög auðvitað, barnaverndarlög til dæmis, en
ég veit ekki hvort íþróttalöggjöfin tekur á þessu, þannig þetta nú sennilega pólitískt mál og siðferðislegt eða svo segir frekar en lagalegt. En ég sammála Árna og við unnum á því hérna fyrir löngu saman þegar ég var talsmaður neytenda að sko halda áfengi frá börnum og ýmsu öðru skaðlegu sko, og hann hefur verið ótrúlega þrautsegur í þessu í áratugi. Ég vonum verði eitthvað ágengt, þetta kannski bara enn eitt máli sem við erum búin að tala núna nokkur, það sem að einhvern veginn við klárum aldrei málin og þokast hægt áfram. Já, það einhver samfélagslegu þrýstingur sem að... Já, það samfélagslegu þrýstingur í hans þágu eða þessa málefnis, en það líka fjárhagslegu þrýstingur í hinn áttina að það þurfi að reka þessa dýrustarfsemi, þannig að þetta svolítið erfitt við að eiga, en ég bara sammála Árna. Já, ein pólitísk spurning sem vaknar hvort ríkið þurfi miðlægt að auka stuðning við starfsemi til þess að aðilar rekist ekki út í hæpnar leiðir. Já, það náttúrulega þekkjum við líka úr veðmálastarfsemi og spilakassa dótið, þar sem að alls konar almannahillastofnanir hafa leiðst út í að nýta slíkt til fjármögnunar sem manni finnst mjög sorglegt. Að því að spilafíkn og áfengisfíkn vandamál, þó að það sé ekki vandamál allra eða mjög margra, þá það þjóðfélagslegt vandamál. Já, með manni í sættinu daginn sem sagði það einhver rannsókn bendi til þess að börn undir 18 ára væri að spila og veðja fyrir 800 milljónir á ári, held ég að hann hafi sagt. Og bara í veðmál sem eru hérna, sem geta bara sögt fjárhag. Já. Það er margt að hugsa í þessu. Gísli, en hérna við vöðum hér og reynu í annað eins og við erum vanir, og það er gaman að fá sjónarmiðin lögfræðileg, siðferðisleg og neytendaleg eftir atvikum inn í eitt og annað. En síðasta máli sem við langar að ræða við í dag, það varðar stjórnsýsluvenju í uppnámi samkvæmt DVF eftir að blaðamaður lagði Akraneskaupstað í málum umsækjendalista. Geturðu reifað þetta? Já, það hefur lengi verið túlkun stjórnvalda á lögum að blaðamenn eða aðrir bara forvitnir megi fá lista yfir umsækjendur opinber störf. Það vísu stendur nú ekki beinlínis í lögunum, það hefur lengi verið túlkunin. Og til þess að bregðast við þessu þá hafa margar opinber stofnanir vanið sig á að þegar blaðamaður biður nöfnin umsækjendur eitthvað embætti sem að þykir fréttnæmt, þá bjóða umsækjendum að draga umsókn sína tilbaka svo þeir sleppi við að vera nefndir í fjölmiðlum. Og mér finnst þetta náttúrulega svolítið skrítin venja, en nýlega var tekist á hana fyrir úrskurðarnefnd upplýsingamál held ég, og blaðamaður lét reyna á þetta þar og vann, þannig að hann fékk öll nöfnin, líka þá sem ætluðu að draga tilbaka umsókn eftir að þeim var boðið það. Ef ég skildi rétt þá var eini sem að slapp við nafnbirtingu var sá sem að hafði dregið umsókn sína tilbaka áður en blaðamaðurinn kom með sitt erindi. Þannig að þarna teldu sveitarfélög sem áttu í hlut eða sveitarfélag fram þeirri stjórnsýsluvenju að þeir eru alltaf gert þetta svona, og það riti burt settum lögum eða lagatúlkun, en það stóðst ekki. Það þarf dálítið mikið til að stjórnsýsluvenja sé bindandi réttarheimild. Þannig að þetta áhugavert svona lögfræðilega að menn beri venju fyrir sig, en þó það hafi ekki tekist. En síðan þetta áhugavert svona fyrir fjölmiðla að nú verða fleiri nöfn í boði, nú eiga umsækjendur von á því að þeir bara verði nefndir, þeir geta ekki bakkað. En það hef ég aldrei skilið það, akkur ætti maður að bakka daginn eftir að maður sendir inn umsókn að því að blaðamaður hefur beðið nöfnin, að því að maður mátti vita að það yrði allavega háa stöður, það yrði spurt Já. Einmitt aðeins meira kannski það að
sumir umsækjendur óttast það, ég held að þessi meira í einkageiranum heldur en í opinbera geiranum, að sumir umsækjendur þeim finnst stór ákvörðun að sækja starf vegna þess að það eitt að sækja starfið, þannig að það verði opinbert að þeir séu að sækja starfið, það getur trublað starfsögu þeirra innan hús. Og það held ég geri það sko, þannig að það eru rökin gegn því að birta nöfnin ef að lögum ætti að breyta, sem er auðvitað sjálfsagt að ræða. Rökin á móti því að breyta einhverju eru að þá minnkar gegnsæið og aðhaldið fyrir opinberastofnun, þannig að ég kom einhvern veginn að ég skildi bæði þessi sjónarmið, ég kom einhvern veginn með það á málamiðlunum þegar ég var framkvæmdastjóri Bandalags háskólamanna að það ætti að gefa upp nöfnin og geyma því einhverjum leynilegum potti hjá einhverjum óháðum aðila sem að myndi þá vita að það voru bara þessi nöfn sem komu til greina, en að almenningur þyrfti ekki endilega að vita þetta, en einhver fulltrúi almennings eins og heildarsamtök launafólks eða einhver svona opinber aðili sem að nyti trausts. Þarna fannst mér ég finna einhverja málamiðlun, en það hefur engu verið breytt í þessu í áratugi fyrir utan þessa nýju túlkun. Nú, mitt blaðamannshjarta náttúrulega gleðst í hvert skipti sem að blaðamenn vinna einhverja sigra í nafni tjáningafrelsis, þótt það séu þetta ýmis álitamál þessu tengd, en eigum við þá að slíta rétti að sinni, Gísli? Já, dómþingi slítið. Já, þakka þér kærlega fyrir komuna og ég fæ vonandi að sjá þig aftur eftir 2 vikur eða svo. Þú hefur verið svo rausnalegur við okkur að koma hér að jafna þig á 2 vikna fresti. Ég vona að það verði áfram. Já, takk fyrir góð boð. Og þátturinn heldur áfram, næsti kafli eftir andartak. Kæru hlustundur og áhorfendur, ekki fara langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það verður hérna í Hannesarholti helgina leiklestur á leikrit eftir Hlín Agnarsdóttur og sem heitir Allt okkur, og það er fríður hópur kvenna sem að leikles. Og ég veit eiginlega ekki meira, en ég sá strax að þetta var alveg kjörið efni hérna fyrir rauðaborðið. Að ræða hvað er allt ykkur þá. Og hingað eru komnir leikonunnar, Rósa Guðni Þórsdóttir og Guðbjörg Thoroddsen og höfundurinn Hlín Agnarsdóttir. Hvað segir þið? Ég bara takk fyrir boðið og við erum rosa spenntar fyrir sunnudeginum. Já, leikritinu Allt okkur. Já, sem er hérna sko, Allt okkur. Allt okkur. Já, Allt okkur. Já, allt stendur Allt okkur. Ég las bara auðvitað. Já. Og það er nefnilega Allt okkur. Er það ykkur eða? Nei, alla, þú veist, þetta er bókaklúbbur, eins og eru svo vinsælir allstaðar, sérstaklega meðal kvenna. Og það getur allt gerst í bókaklúbbum. Já. Eins og saumaklúbbum og svona. Já, þetta er bókaklúbbur sem er að taka fyrir ákveðna bók, sko, og þessi bókaklúbbur heitir Gleðikonur. Þær eru búin að vera saman í 35 ár og er í raun að vera að halda upp á þetta 35 ára afmæli í klúbbnum og ætla að lesa ákveðna bók. Og já. Svo hvað er bók? Já, það er bók sem sagt eftir konu sem heitir Helen Johnson og er sem sagt, hún er breskur metsöluhöfundur og en já, ég veit ekki hvort ég á að segja meira hana. Má ekki nafnið á bókinni koma fram? Jú, ja, íslenska þýðingin er Pissudúkkur.
sko bókin sem þær eru að fara að taka fyrir. Og ekki allar ánæði með titilinn sko, þýðinguna. Og sumar þeirra, allavega einni er vissum það að þetta sé bara vitlaus þýðing á titlinum. En er það þannig að allt ykkur þá konur á ykkar aldri eða? Já, allt konur á okkar aldri. Við erum hluti af stærri grúpu, þó við köllum okkur gleðikonur í þessum leiklastri, alveg eins og bókaklúburinn, þá erum við... Ekki pissatúkur? Nei, vildum það nú ekki, fannst það aðeins og gróft. Já, við erum hluti af sko leikhúslistakonum 50+, sem er klúbur kvenna, leikhúslista kvenna. Sem að þurfa að búa til hlutur fyrir sig, þannig að þau eru svo fá í leikbókunum. Já, þetta var svona, uppáflega var þetta stofnað í þeim tilgangi að vekja athygli á konum á þessum aldri, í sviðslistum, sem eru eldri en 50 ára. Því að þær hverfa stundum dálítið af sviðinu. Og við erum, við komum fyrst saman 2014, þannig að við erum 11 ára klúbur. En til að þið getið farið upp á svið þá þurfa að búa til hlutverk fyrir ykkur. Já, við búum til... Og það hefur ekki verið búið til mörg hlutverk fyrir konur og ykkur aldri. Ekki þótt vera svona spennandi persónur upp á sviði hingað til. Nei, það er ekki sóttast. Nei, og það hafa nú að verið aðalega kallarnir sem hafa skrifað, náttúrulega leikrit fyrir leiksvið og það sé að við breyst mjög mikið núna undanförnum árum og konum hefur fjölgað í þessari stétt alveg eins og að segja sem leikskáld eða leikritahöfundar. Það hefur alveg breyst mjög mikið en samt sem áður verðum við víst að játa og segja að það er ekki mikið af hlutverkum fyrir konur sem eru komnar þennan aldur. Svo líka bara svo gaman að fjalla íslenska veruleika. Þetta er íslenska konur okkar aldrei, en auðvitað höfður þetta til allara. Já. Það er samt svona, umbúnaðurinn konur ykkar aldrei. Já, við erum ekki að leika niður fyrir okkur, sko. Við erum ekki að leika fyrir okkur. Nei, ekkert svoleiðis. Það eru bara svona, þetta eru svona konur 60 og yfir, er það ekki? Jú, alveg bara upp undir nýrætt þessu. Elsta konan í hópnum, elsta leikonu í hópnum er 8. Já, mitt. Þannig að leikonurnar á bilinu frá svona 60 til 80 ára, eða ekki? Jú. En samt heitir þetta 50+. Það er nefnilega, ég tekja eftir því að ef þú ætlar að fá fólk 60 og eldra til að mæta, þá kallar það 50+. Af því ef þú kallar það 60+, þá mætir engi fyrir eftir 70. Já, meina það, já. Þetta sett í öllu svona hópum. Þetta var náttúrulega stofnað fyrir... Það er eins og við séum alveg rosalega hræddu við aldurinn. Já, kannski. Eða þið, það er í sér við kallarnir, við berum það betur. Kallarnir eru það líka, sko, þeir láta það ekki í ljósi, sko. Þeir eru hræddir við að eldast, þeir eru hræddir við að veikjast, þeir eru hræddir við að deyja. En þeir segja það ekki, eins kannski, við erum kannski opnari með þetta. Já, við erum svolítið uppteknar svo sem stundum að þessum aldri, við viljum halda okkur vel. Já, við erum að svona hamast við það. Jú, það fylgdi oft náttúrulega þessum köllum að þeir fengu virðingu upp á aldurinn. Frekari virðingu en ekki hjá konunum svo mikið. Við erum meira gamlar kettlingar. Sem hægt var að taka mark á. Mér fannst það í minni að þetta var mikil virðing borin fyrir eldri konum. Já, flott. Sem að svona ykkar aldri voru bara komin í peysufutin og tóku það hlutverk og það var virðingarhlutverk. Tímandir eru svo alla vegana, þú veist, þegar þú varst ungur allt annað tími. Já, svo bara fóru kellingarnar úr tísku eitthvað. Já, fóru tísku. Ég held nú að fólk sé hægt að nenn að hlusta á gamla kalla líka, sko. Já, allir það ekki. Það sér það bráðum, sko. Já, sennilega. En hvað er þetta ekki kallað 3. aldurskeið sem við erum á? Jú. Það er að segja við erum náttúrulega höfum búið við svo góð kjör að ég meina bæði heilsa okkar og bara það bara er betri kannski. Heilbrigðiskerfið, lífin, þau halda okkur lengur á lífi. Endalausir unglingar. Þannig séð. Þannig að maður verður gamall eiginlega seinna en fólk er áður fyrr, má segja. Já. Kannski. Kannski, ég veit ekki. Ég veit ekki. Nei. Hvað séru? Ég veit ekki hvort það sé þannig. Það er svona, stundur eftir þetta. Já. Og það sem að lengist er kannski fyrst og fremst tími þar sem þú ert veik. Já. Út af það er teknin. En það er náttúrulega þannig að þeir sem að komast á aldur
að þeir hafa lifað í svona Isold Men og Isold Ladies. Já. Ég er ekki viss að sko fólk hafi dottið út sko 70 eða eitthvað, ég held ekki. Sko það náttúrulega allavega með opinbera starfsmenn, þeir megi ekki vinna lengur hjá hinn opinbera en til 70. Ég held að það sé þannig, en þá er það ekki? Jú, eftir því sem ég best veit. Ekki viljum við hækka eftirlaunaldurinn. Það er allt vittlust í Fraklandi. Já. Fólk út á götu. Já, út af því öllu, Já, nei. Ég held að sé svona all flestir sem að vinna ekkert lengur en til 70, sko. En svo bara er þetta spurningum hvað maður gerir eftir 70, sko, hvort maður sé endilega hættir að vinna. Ég meina við erum bara kannski núna fyrst og fremst að gera þetta fyrir okkur sjálfar. Við erum að skemmta okkur og við erum líka að skemmta öðrum og gleðja aðra. Og já, bara halda áfram að vera til og lifa og skapa. Maður þarf ekki endilega að vera í vinnunni til þess, sko. Nei, það er ekki leika sér. Já. Og margir Íslendingar hafa lagt fyrir kynum lífeyrissjóði, margir. Já. Við gerum þetta nú bara upp á eigin spýtur og við erum ekki með neina styrki eða laun fyrir þessu, við erum ekki með listamannalaunum. Við erum búin að sækja svo bara mjög spenntar að vita hvort við fáum. Við höfum sótt nokkru sinnum. Fáum aldrei. Er það ekki þarna í þessum umsóknum sem þá leikhópur að sækja í sviðslista eitthvað? Jú, sviðslista sjóð. Ég held að það séu sko 15% fá styrk. Já, það eru yfir 100 umsóknir sem berast kannski inn og 10 sem fá. Já, þetta er við vitum alveg þetta er erfiður róður og svona, en ég meina við höfum bara gaman að þessu með að við getum gert þetta og leyft okkur þetta, þá gerum við þetta. Er það ekki? Jú, alveg. Svo við reynum að koma svo á koppin, hvort sem við fáum styrk eða ekki, öruglega. Já. Ég vil aðeins að tala um aldurina, því að ég sitt hérna og ræði við fólk alla daga og það er fólk sem er eiginlega búið með starfsaldurinn eða er svona efri síðust árunum. Með það alveg einstakir viðmælendur. Af því þá er fólk komið með sko mjög svona þykka reynslu að til dæmis prófessorarnir að þeir senda yfirleitt frá sér á þessu tíma svona eitt lokarit sem er svona yfirlitsrit sem engin yngri hefur þekkingu til þess að hafa svona breiða yfirsýn að geta búið til yfirlit fræðigreinina. Og þetta er náttúrulega mjög skemmtilega viðmælendur því að þá fær maður þetta langdregni í svona yfirsýn. Já. Og svo líka sem að fylgir því að þegar vorum að tala um að hætti í vinnunni og svona, að þá fylgir því ofta að fólk er kannski hætt svona atinu og er komið á einhver svona friðarstól. Já. Þannig að það sem það er að segja er ekki endilega af því að það ætlar að grafa undan þér eða eitthvað svona sem oft til er í yngra fólki. Já. Og ég veldi því fyrir mig það sem ég er að tala með því mér er svo gaman að tala, þetta verður svo þægileg og góð samtöl. Að þetta eru svona raddir sem að fáir hafa eiginlega áhuga á í samfélaginu. Þetta eru eiginlega raddir sem er að segja að við hefum ekki að hlusta á þetta er bara eitthvað gamalt raus. Kannstu þetta? En þarna er þessi flotta yfirsýn komin þegar maður slakar á eftir 70. Ég var 70 helgina, sko. Og kom bara strax. Það bara smallinn yfirsýn og það er svo gaman og gefandi að hafa þessa fjarlægð á lífsitt og geta skoða og velt vöngum og gefið frá sér. Án, þú veist, ef að maður er í sæmilegu formi innra með sér, án einhverju erfiðleika, þá er fallegt og gott og geta séð yfir lífsitt. Mér finnst svo gott að, sko, eftir að ég hætti að vinna bara þessi slaki að vera ekki í stressi með lífsitt einhvern veginn, að geta bara sofið út. Svo ekki hanga á merrík og ránd. Já, og bara haft þetta eins og maður vill og hvern dag svona eftir því bara hvernig manni líður. Mér finnst núna þegar ég er líka orðin 70, fyrir 2 árum var ég 70 og mér finnst bara einhvern veginn sko ég vera fyrst tilbúin til þess að lifa lífinu núna.
Þetta vaksandi tilfinning sem að njóta svona. Já, að njóta og ég er nú barnlaus kona, þá finnst mér líka stundum eins og ég hafi aldrei verið jafn tilbúin til að eignast barn. Því að nú er ég tilbúin til þess að nú get ég gefið barni eitthvað af minni lífsreynslu og ég bara stundum ég lít tilbaka þá hugsa ég, Guð minn góður, ég bara þakka Guði fyrir það að hafa ekki orðið foreldri ung og að því ég var bara ekki tilbúin til þess. Þetta svo misjafnt. Já, þetta svo misjafnt, sko. En það svona ungt fólk á að vera ríkt af því það á eftir mörg ár en gamalt fólk fátækt af því það á fá eftir. En raunverulega dögugt, sko, gamla fólkið kannski má ekki segja gammalt. Nei, bara eldra fólk má alveg segja. Þetta orðið voðalega fullorðið. Þetta orðið svo mikil aldursfordómar. Að raunverulega þetta þannig að það sko eldra fólk sem ríkt af því það á svo mörg ár. Við þess að við höfum gleymt þessu. Og ég var að tala daginn við mann sem var að útskýra fyrir mig Kína. Og þá kemur náttúrulega ljós að það byggt á svona forferðum og öðru slíku eins og allstaðar. Ég hef verið í Afríku, þar þetta þannig. Og þannig var það hjá okkur. En við erum í einhver svona tilraun til þess að rjúfa raunverulega tengsl kynslóða. Það sem að fólk svona bara upp úr 40 verður ómark. Mér fannst ég finna því þú sagði þetta með 70, sko, og fannst slagan leið varst 70. Þegar ég var 50, þá hætti síminn að hringja hjá mér. Það gerist fyrir hjá konum. Það hafði engin áhuga lengur á mér í sko varðandi vinnu. Ég fann það alveg. Og bara ég sagði kennitöluna mína, einhver staðar þar sem ég var einhver staðar að leita fyrir mér, þá bara fölnaði fólk, sko. Það bara, þá fann ég það alveg, ég var ekki lengur unglamb í þeirra augum eða í augu vinnumarkaðins eða þeirra sem ég var að leita til, sko. Gast ekki bara breytt kennitölunni og sagt ég er 84? Ég er 10 ára yngri en ég er. Ég er 10 ára yngri en ég er. Ég upplifði mig þannig, getur þú sagt, eins og þessi kennitöla. Já, það er alltaf kennitölu, alltaf verið að skoða kennitölur hér í þessu landi. Já. Ég tek eftir því að ég er aðeins yngri en þið, að fólk á mínum aldri er hægt að segja aldurinn sinn á Facebook. Maður sér það þegar maður beðum að segja fólki til hamingju á afmælið. Og ég er komin á þann aldur að fólk vill ekki segja hvað er gamalt. Þannig að þetta er mjög ríkjandi. Og þetta gerist fyrir hjá konum. Við vorum einhvern tímann fyrir einhverjum árum að fjalla svolítið þetta. Og þá fekk ég konur sem höfðu mist vinnuna af einhverjum ástæðum. Og þetta kom náttúrulega, var ekki bara hér, heldur út allan heim, kom svolítið ljós þarna í hruninu. Að það voru svo margir sem mistu vinnuna. Og þeir sem voru yfir 50 fengu bara ekki vinnu aftur. Og mörkin voru það var eiginlega svona 55 hjá konum og 60 hjá körlum. Og ég skoði þetta í þinginu, Svandís Svavarsdóttir sem var þá held ég bara 62 eða eitthvað á þingi. Hún var elst kvenna. En elsti kalli var 70. Og maður hugsaði að við höfum ekkert að gera við konur sem er eldri 62 ára á þingi, hvers konar samfélagi er það? Akkurat, það er rétt. Kannski ekki bara þingmenn að vera allir eldri en 60. Það er öldungaráð. Öldungaráð, já. Nei, ég var að koma úr kennslu í Listaháskóla Íslands, var að klára þar að ljúka námskeið þar með mínu nemendum sem ég verið að kenna í 6 vikur og ég byrja bara alltaf á því að segja við þau þegar ég kem inn í tíman. Ég ætla bara að láta ykkur við þegar þau eru búin að segja mér hvað þau eru gömul og svona, þá segi ég ætla bara að láta ykkur vita því að ég er 50 árum eldri en þið. Sem sagt að ég segi mér ekkert að fela þetta og þetta verður svo mikil opnun, sko. Þegar maður tala bara hreint út þetta, hvað maður er gamall. Mér finnst þetta alveg yndislegt, verður svona gömul. Mér er alltaf líðið vel lífinu innra með mér en mér finnst þetta alveg æði, verður 70. Já, það eftir. Men veit hverju myndir að kenna? Hvað segir þið fyrir ekki það? Veit hverju myndir að kenna? Ég held að sé ykkur. Af því að þegar babyboom kynslóðin kemur, risastór og fyrir öll í nám, kemur svo inn í samfélagi, þá þarf hún að ryðja sér braut. Og hún byrjar að hýja á alla eldri, þessu gamaldags og svona, þetta byrjar að koma svona upp á 1970, 80. Og síðan eru búin að vera þarna. Þannig að Já, ég veit ekki hvort þetta er kannski svolítið einföld skýring, sko, en ég meina það er svo margt, sko, bara það er tíska
og allt mögulegt sem spilar hann inn í varðandi konurnar sko og bara það sem hefur verið náttúrulega bara þessi útlitsiðnaður sem hefur herjað á okkur og þessna ég held að það hafi skadað okkur meira en margt annað sko eða hvað segir þið stelpur? Jú, eflaust. Við erum meira uppteknar að því, er það ekki en kallmenn? Ég veit það ekki. Yngri konur í dag Það eru mjög uppteknar að ég naut þess að koma aðeins og eftir ykkur þannig að það var búið að laga aðeins til þetta var ekki svona hlægilega fáránlegt eins og það var áður og svona unisex tími og bara mjög skemmtilegu tími en mér finnst það svona undanfarin 15 ár að þá hafa konur bara farið yfir í bara íktasta mót sem hefur verið til held ég. Jú, það bakslag í þessu, það alveg alveg sagt. En það, ég held að það sé yngra, ég held að okkar kynslóð sé ekki í því. Þetta er yngri konur sem eru daldið uppteknar af því að laga sér til einhvern veginn. Já. Frá 20 upp í 40. En nota snyrtivöruiðnaðurinn er gigantískur í dag. Og það er alveg skelfilegt með unglingsstúlkur sko, það eru bara hrúur af snyrtivörum sko á borðinu hjá þeim. Það er mikið hérna litlu. Þetta er náttúrulega TikTok og allt þetta sko. Já, og dóttir sem 18 núna og svona fyrir svona 2 árum að þá byrjuðum við að hitta vinkonurnar og hún fór eitthvað að tala við og ég spyr alltaf hver er þetta og því það voru alveg óþekkjanlegar sko. Allt í einu bara breytast þær alveg og verður allar eins. Já, verður allar eins, já. Og svo hlófum við alltaf, við vorum búin að tala við þær. Þetta var ótrúlega að sjá þetta. Hvernig það gerist bara allt í einu að allar stelpur verða að vera nákvæmlega eins. Já, það finnst mér nefnilega svolítið merkilegt sko. Það var nú meiri fjölbreytni sko. Nú er það allar með sítt hár. Ég á barnabarn sem er 14 ára í fótbolta og þegar ég fyrir að horfa á hann í fótbolta þá finn ég hann aldrei að því þær eru allar eins með jafn sítt hár og tagl og einhvern veginn svartar augabrúnir. Já, kannski ekki alveg þar en ég meina það bara stundum er maður bara, hvar er hún? Ég meina eins og það var eitthvað stórt verk í Hörpunni og var Hamrahlíðakórinn svona tvöfaldur bæði skólakórinn og eldri kórinn og eitthvað fleiri fullt kvennakór og maður horfði þú svona á allir bara með hár hingað og svo allt í einu stukklift það sem var, þannig að kemur vorið. Það líka að maður sá að fermingamyndir muni ekki eftir þessu stuttur síðan, það voru allir svartklæddir svo allt í einu sá ég núna í vor þá allt í einu komin litirnir þannig að kannski er komin í heipakynslu. Já, þetta gengur allt í bylgjum sko. Já, það gerir það. En ég er að reyna að draga umræðina í svona mjög tilvistarlega vangaveltur aldur en ég býst við að því að þú semur þetta þá sé þetta ljónfyndið og þú setja hæðast svolítið af ykkur. Þú voru að spyrja þær það. Já, ég vil ekki taka undir það ég sé að hæðast að konum, alls ekki. Nei, það ekki. Ég held hún sé bara að taka mannflóruna svolítið. Og þetta eru margir persónleikar hérna í þessu. Við erum 7 leikar eða hvað? 7. Og hver með sitt líf á baki og misjafnri stöðu, þannig að við erum að lesa þessa bók sem að Hlín nefndi en það lesa hana náttúrulega hver og ein frá sinni upplifun, frá sínum stað hvar hún er stödd innra með sér þannig að því að ég er svona þerapisti sko og það var svolítið gaman spennandi að pæla í því að það lesa engin bók, það er aldrei bók er ekki svo sama frá manni til manns. Nei, alls ekki. Það verður eftir hvar maður er staddur. Þannig að ástfangna konan með nýju ástina sína, hún lesi þetta út frá ástinni, önnur lesi þetta út frá hjónabandinu mislukkaða sínu, önnur þriðja kannski bara lokar á allt að þetta er erfitt fyrir hana og allavega. Já, og svo sumar sem sagt hafa ekki lesið bókina þegar þeir komið í klúbbin, sko það en viðurkenna það ekki hafa ekki lesið alveg. Það er fulltrúarins stóra meirhluta. Já, og reyna að taka þátt samt og fela það kannski og svo er náttúrulega líka konur þarna eða ein kona sem hreinlega bara las aðra bók. Já. Svolítið þetta vissi kannski. Já, las bara allt aðra bók en það sem að ég hef svona aðalega kannski verið að fást við að því að þær koma máli við mig þessar vinkonum mínar og báðum að skrifa fyrir sig. Hlut er bara leikrit og
Og já, mér finnst bara mér hefur fundið það er mjög erfitt að skrifa verk fyrir 7 manns, hvort sem það eru konur eða kallar, bara hafa 7 manns á leiksviðinu allan tíman án þess að sko einhver taki yfir og aðrar personur detti út og gleymist og svo framvegis. Þannig að þessna þegar ég datt niður og þetta form eða þetta með bókaklúbbin, að hafa það saman í bókaklúbb, þá fannst mér það eitthvað gefa mér fullt af möguleikum til þess að sína þessar konur, þær sitja ekkit bara í einhverju sófasetti og vera að ræða um bókina. Það er svo margt sem að gerast í lífið þeirra sem hefur áhrif þetta kvöld sko. Og það sem ég var svona aðalega að fanga líka, það er það hvernig, eða reynda að gera það hvernig konur í raun og veru tala saman. Ekki bara konur á þessum aldri heldur, þegar konur koma saman þá tala þær öðruvísi, oft þær eru með svo mörg svona spjóta á lofti samtímis og ég er svona svolítið að fanga þetta andrúsloft sem að oft gerist þegar fólk ætlar að einbeita sér að einhverju einu eða sérstaklega konur, að það tekur dálítinn tíma að komast að efninu og mér finnst það vera það sem ég svona er að reyna að gera, en leið er ég auðvitað eins og þær eru að segja að reyna að skapa þarna konur sem eru persónur og reyna að bregða upp mynd af þeirra lífi og stöðu kannski. Ég veit ekki, ég held þetta sé bæði fyndið og sorglegt. Já, þetta er svona... Það þarf að vera sorglegt til þess að vera alveg fyndið. Já, þetta er svona... Þetta er bara svona típisku bókaklúbbur. Þeir eru alls konar. En komist þið að niðurstöðu? Þú sagði að konur var lengi að koma sér niður á niðurstöðuna. Náðu því það? Nei, sko, það er engin niðurstaða. Einlega heldur bara það er lengi að koma sér að því að ræða bókina sjálfa. Já, og þetta svona kannski út og inn úr því, sko. Og eru, sko, það vantar svona vissa fókus og einbeitingu en loksins þegar að það gerist, þá verður það svona ákveðin hvörf í verkinu. Það verður ákveð uppnám og hérna, en svo, ég kalla þetta við absúrt komedíu með dramatískum undirtóni. Er það ekki? Glæsilegt. Já, mér finnst það mjög góð skýring. Þetta er mjög leikskrárhæft setning. Herðu, en Rósa Gunni, viltu segja mér frá þinni? Já, mín heitir Rúna. Hún er held ég dálítið glæsileg. Er það ekki? Jú. Já. Hún er allavega hún er skvísa, hún er ungleg skvísa og hérna heldur sér vel. Hún er ástfangin af manni sem er kokkur í París og hún er nýkomin frá París, hún kemur beint frá París með kampavín sem að kokkurinn, hann Gerard gaf henni til þess að gefa stelpunum. Hún rekur líka, hún er businesskona, hún rekur hérna ferðaþjónustu út á landi, mjög öflug. Þetta er svona það sem ég veit um hann. Og hún er frekar, mér finnst hún frekar jákvæð svona. Hún er rosalega hrifin af bókinni. Mjög hrifin af bókin, hún les hana sem pjúra ástarsögu. Já. Og hún bara algjörlega samsama sig með bókinni. Og hérna, og hún er mjög mikið að hugsa mjög sterkt til Gerards og það kemur fram í verkinu, ég ætla ekki að segja meir um það. Nei. Bara kemur í ljós hvernig þeirra samskipt eru. En hún er svona kannski dálítið mikið að leita að ástinni og búin að vera því. Jú, hún telur sig vera búin að finna hana þarna. Skilurðu. En það er ljóst að hún hefur verið að leita að henni. Svona í gegnum hvort hún hefur verið gift, það getur vel verið. Ég á eftir að ákveða það, sko. Og hvort hún á ykkur börn eða barnabörn, það... Hún átti kærast áður. Hún átti kærast áður. Fyrir COVID, hann Guðfinn. Svo tóku sér pásu, segir hún, frá kallastandi. En hún er greinilega svona dálítið að leita ástinni, held ég. Og ég held að það sé dálítið bara algengt að konur sem eru þá fráskildar kannski, upp úr 50, milli 50 og 60, þær eru bara alveg að sumar eru alveg búin að gefast upp á köllunum eða bara á samböndum, ástasamböndum, aðrar fara í þessa leit. Þú til dæmis, þín típa, hún ekki búin að gefast upp á köllum? Þín? Sú sem þú leikur?
Hún allavega segir það. Já. En mín heitir Brynja og hún í alþýðukórnum. Ég var nú sjálf einu sinni í kór alþýðumenningar, svo þess að það ekki langt að fara. Hún er ansi lokuð og á svolítið bátt innra með sér og töffari, hann lokar allt. Alla erfiðleika lokar á það og hún las bókina en hún fór ekki inn í hennar sko. Og það er ekki fyrir hérna að fara að ræða bókina og efnið kannski sem að hún allt inn og fattar ég get ekki opnað mig, ég get ekki lesið. Ég les annan veruleika heldur en aðrir. Þannig að þetta en mín, já, hún er mikill töffari, mjög lokuð en við sitt að glíma. Dóttur sem eignast ekki börn og hana langar í barnabarn og alls konar. En hún opnast kannski aðeins í bókaklúbbnum, hver veit, eftir þessa eftir þennan klúbb. Þetta var rosalegt þarna þegar það fyrir að líða lokuð, þegar allir opna sig allt í einu. Já. Og verður 7 uppgjör á Suðurinn. Já, nei, það er ekki þannig. Það verður ekki þannig, sko, það er ekki uppgjör. Það er verið að fara að setja upp Hamlet, það er svona 7 á sviðinu í uppgjöru og allir döður. Já. Já, það er náttúrulega ekki hægt að bara sprella allan tíman. Maður verður aðeins að fara niður á eitthvað dýpi og já, þær eru mismunandi og hafa mismunandi afstöðu og eru mismunandi, þær tala ekki jafn mikið og þær eru með mismunandi sko, bakgrunn og störf og svo sem heldur klubbinn, hún býður þeim öllum heim í stórt einbýlishús og það er nú eitt sem við höfum talað sko, að það er til svo ofboðslega mikið af stórum einbýlishúsum í Reykjavík. Hvað það gæti verið gaman einmitt bara að leika þetta í stóru einbýlishúsi bara ef ykkur auð menn að hlusta sem eiga 700 fermetra sem tómt eða sem bara eins og bara uppstilt fyrir leikmynd því þetta eru allt oft kannski bara ein kona að hringla í því kannski ein kona bara að hringla í eins og hún okkar, Erla heitir hún að það væri bara alveg rosalega sniðut ef einhver auðmaður eða auðkona myndi vilja bjóða okkur til þess að heim til sín til að leika þetta verk og bara bjóða fólk að koma þangað. Það þarf ekki endilega að fara alltaf í borgarleikhúsið eða þjóðleikhúsið eða á önnur leiksið, þetta er möguleiki. Það vantar senur og svið í bæinn. Já, maður fór stundum á Gljúfrastein, þar voru stundum leiksýningar í stofunni sem er nú ekki stór. Það væri rosalega gaman að geta leikið þetta í stóru umbylshúsi, alveg talað. Það var nú mikið gert hérna áður fyrir að leika í hinum ýmsu rýmum. Já, það var gert og það var sem er svo spennandi. Flóra í því hérna áður fyrir. Og segir mér fólk að það sé bara ekki hægt að fá svoleiðis lengur vegna þess að ferðamannabólan hefur sprengt upp allt fasteignaverð þannig allar skemmur og fleira það er búið að rífa þetta og byggja eitthvað annað staðinn. Hún var niður í lítil herbyggi. En það er mjög mikið af stórum tómum einbýlshúsum sé ég, það er að segja það eru mörg, ég er sem vantar líf. Já, mín fíkn nefnilega Gunnar Smári eru fasteignir. Keyrurðu hverfi svona skoðuna? Nei, ég skoða alveg, ég er bara hef svo mikinn áhuga á, ekki bara fasteignum heldur, ég hef áhuga á húsum og íbúðum og ég skoða allt mjög nákvæmlega og ég er búin að skoða mjög mikið af einbýlishúsum, það einmitt í sambandi við þessa. Meinar þá fasteigna með að keyrur hverfin og skoða? Nei, ég keyri ekki hverfin, af því ég er ekki á bíl. Nei, ég skoða þetta. Það er til svona hlaupahjól? Já, nei, ég fer ekki á það. Ég ætla ekki að fara að hætta mér á það, sko. Nei. Ég var eftir manni sem að keyrði svona hverfi og var svona að hugsa hverju byggju þarna og var að skoða bara. Já, þetta er ekki nýsni eða forvitni. Mér hefur áhuga á arkitekturnum. Það er að segja hvernig, mér finnst alveg stórmerkilegt út frá þess að þetta gerist í einbýlishúsi hérna. Hvað er ótrúlega mikið af stórum höllum sem hafa verið byggðar á Íslandi á undanförnum árum og ég bara spyr sjálf mig hvaðan koma allir þessi peningar, okkur er fólk að byggja allir þessi hús og hvernig fer það að því að reka þetta hús og svo yfirleitt bara innan hús, finnst mér, þetta oft vera bara eins og leikmyndir. Þetta er bara tilbúið til að leika einhver leikriti. Af því það er svo lítill heimilsbragur. Það vantar heimilið. En þetta eru einhverja leikmyndir.
og kemur oft ferðast heiminn og fer á fín hótel og fleira og kemur með þann smekk heim til sín og innréttar heimili sín eins og hótel sem alveg ævintýralega þetta nákvæmlega hárrétt, það svo mikill hótelbragur á þessu öllu. Svo kemur heim og reynir elda mati sem borða á veitingastofunum og skynjar ekki að heimili og fjölskyldi allt annar veruleiki. Ég held þetta fólk, það með fullkomin eldús, það eldar ekki heima, það bara með upp á punt hjá sér þessar hrærivélar sem kostaði 100.000 eða hvað þeir eru og ég var alltaf að hissa hérna frétt af einhver svona fólki sem bjóði svona einbílhúsi sem var með hennar KitchenAid, ofsalega flotta hrærivél og að því það svona statustákn að vera með hennar og búið að klippa hann í snúruna. Já, ég hef heyrt það. Og svo þetta fólk sko með óbóðslega flottar eldavélar og allt saman og ég held að elda ekki teima bara panta sér pinsu. Ég hef heyrt þessa sögu að klippa á öll heimilistækin. Hlín, ekki tala þetta fólk niður af því að þú ert til að farast eftir að fá lánað einbýlishús. Já, ég er ekki að tala ég vil ætla með einhvers að það má vera afklipt, það má vera allt ónotað af því að við ætlum að þetta endar nefnilega á því að þær borða saman sko. Er þetta feminist leikrit? Hvað meinaru með því? Það alltaf að búið gjaldfella. Þetta bara eins og mörg hugtök sem eru svona óljós og lofin og maður verður samt að nota þau. Við getum ekki bara að nota bara hrærivél því það veit allir hvað það er. Já, nei, ég meina sko, maður sest ekki niður og ákveður nú ætla ég að skrifa feminist verk, það er ekkert svoleiðis. En ég eru þetta kannski þekkt sem ykkur feminist og þegar maður segir feministi þá er alltaf sama sem merki kallahattari. Sko, nei, það er ekkert svoleiðis í þessu verki. Það er ekkert kalla. Þetta er bara leikrit konur. Já, þetta er bara leikrit konur og ég ætla að segja samt við einbýlishúsið, bara klára það að hún Erla mín hérna sem er, sko þær eru allar að segja við hana, eða næstu því allar að segja hana, hvað ert að hringla inn í þessu húsi? Hún er ekki sko og hérna allar ekki að fara að minga við þig og þetta er svona alveg bara setning sem ég held að fólk einmitt okkar aldrei, því ekki treyst þess að vera búa heima þegar allir eru farnir að heiman eða kannski makinn hérna dáinn þá bara byrjar þetta allir ekki að minka við því. Jú, og mín segir sko að þú veist, ég myndi selja þetta eða stofna Airbnb eða eitthvað annað leiðið út til flóttamann eða hafa leiksýningar í stofunni. Já, ég segi það. Hafa leiksýningar í stofunni. Það væri flott, það væri gaman. Ég spurði hvort það væri feminist því að morgun er hérna kvennaverkfall. Það er 50 ár síðan að var kvennafrídagur niður í bæ. Tímur eftir því. Já, ég tók þátt í því, heldur ræðu og allt. Ekki á Lækjartorgi, heldur á Siglufirði. Ég var send. Hlægið eða því? Reykjavíkur rokin hérna. Nei, ég var send. Ég var þá í kommunistsamtökum og ég var send. Þetta var af formanninum. Hann sendi mig norður með flugi til Siglufjörðar. Hefur aldrei verið jafn hrædd á ævinni. Það var bara í norðan garran og flugmaðurinn ætlaði ekki, þetta var lítil vél, hann ætlaði ekki geta beygt inn á eða mér fannst það inn á Siglufjörð sko. Vindurinn kom og greip vélina og þeir fannst það að vera að fara afturhag. Ég kannast ekki. Núna verður þetta líka svona landið, eða ekki? Það er búið að vísa nokkura staði. Flott. Og einmitt á þessum tíma, hérna fyrir 50 árum, þá var einmitt mjög mikið rætt að því ég var í Rauðsókarhreyfingunni og var í öllum þessum undirbúningi, þá var rosaleg umræða það hvort þetta ætti að heita kvennafrídagur eða kvennaverkfall og nú heitir þetta kvennaverkfall, ekki satt. Ég er mjög ánægð með það, ég fannst það alltaf leggja niður störf sko og þetta með að vera kvennafrídagur á sínum tíma, það var til þess að ná til allra kvenna. Sem í sjálfum sér, maður geti sagt sem að væri bara gott og það er eitthvað fallegt við það að konur hefðu búið til samstöðu langt yfir allt spektrumið og fórnað þessu orði og köllum þetta bara kvennafrí því að viðburðurinn er svo sami á eftir. Þannig að sömulegt er þetta svona eitt af merkjónum svona samhældi milli kvenna þvert á flokka og veit ekki hvað ég segja það lengur, þvert á flokka, er það ekki eitthvað svona fasistarsamtök? Þvert á skoðanir. Það var nú þannig, sko, þetta var náttúrulega mjög stór dagur, því það voru mikið af heimavinandi húsmæðurum þá og það var svo flott að sjá þær ganga út af heimilinu. Koma út úr húsunum. Já, koma út úr húsunum og kallarnir bara stóðu uppi í húsinu sínu og vissi ekki hvað þeir áttu að gera, margir.
Það var ekki matur til hans. Engin matur, hvað sjö. Þetta umverulega svona aðeins, ef þú getur farið inn á tímarit.is og lesið blöðin daginn eftir, að þá eru ég menn eftir einu, ég held að það var í skattstofunni, þar sem einhver svona kall stendur fyrir fram að vask og þau þurftu sérst að vaska upp í kaffistofunni. Já. Og það var eiginlega fréttin, vandræði sem þessi maður lenti í, að það var ekki kona til að vaska upp. Guð minn almáttur. Og börnin, þau voru líka... Þurftu að skipta á þeim og svona. Já, og svo þurftu að þeir tóku börnin, þurftu að fara með börnin með sér á vinnustæðan. Var þetta ekki svoleiðis? Jú, líklega, auðvitað. Það var svo fá dagheimili þannig. Nei, þetta bara þetta nú svona, eiginlega við höfum sagt sko að við erum líka að gera þetta núna, akkurat núna í tilefni af þessu öllu saman. Þannig að þú nefndir auðsókuna, þá var það hið persónulega pólitískt, og hið pólitíska persónulegt og hluti af kvennabaráttunni og það er gaman að tala við auðsókunar, ég tók svona sirpu að tala við þær. Og þá kemur í ljós sko hvað þetta stórt skref að þú, þetta hefur áhrif á þig persónulega. Þetta er ekki eins og að skipta skoðun. Þú þarf til að skipta stöðu þína í samfélaginu og í heiminum. Og það er kannski þetta svona aflið í þessu að pólitík sé persónuleg. Og hluti af því sem hefur alltaf verið hluti af pólitískri baráttu er að listin kemur með að því við þurfum að umbreyta sjálfsmynd okkar og hugmynd okkar stöðu í samfélaginu sem að pólitíkinn í sjálfum sem getur ekkert gert sko. Hún getur bara komið með eitthvað svona lausnir og þvargað eitthvað. En til þess að eitthvað svona virki að þá þarf að endurskapa sjálfsmyndina sem hæfir nýjum tíma því að gamla sjálfsmyndin hæfir ekki og það gera listirnar og kannski ekki alveg nógu vel ef við erum að tala að ungu stelpurnar síðan detta aftur í sjálfsmyndin 1950 ekki allar kannski þetta skiptist allt í hópa líka ég meina það er líka kannski hvað fólk orðið einangraði og sérstaklega unga fólkið í sínum netheimum símónum og næri ekki að tengjast því sem að hefur verið í gangi og menningunni og svona Já, og þetta sem hefur verið sagt eins og með leikhúsin þetta sé nú bara aðalega konur sem halda uppi menningarlífinu bara að fara konur yfir 50 sem halda öllu gangandi bara sem sagt menningarlífinu eins og bara leikhús, tónleikar, lesa bækur málverkasýningu þá eru bara ég fór daginn á Kjarvalsstaði og það voru bara konur á mínum aldri og það er bara allt í lagi líka það er allt í lagi, mjög fínt einn og einn kall sem þær tóku með taka með kemur fyrir Hlíðin kall og þeir eru ennþá, ég var í leikhúsunum daginn og það var eitt sofandi fyrir aftan mig alltaf að missa höguna niður í bringu Fallegt að hann láti sig hafa það fyrir konuna sinna þetta er ást eins og hann leiðist þetta er ást en ég velti fyrir mér sko hvort ungu konurnar hún kannski milli 20 og 30 hvort að þær sko þeim finnst þær ekkert þurfa að berjast fyrir neinu skiljiði, þú veist þær skilja ekkert endilega allar svona kvennabaráttu af því þær eru einhvern veginn bara þetta er allt svo sjálfsagt sko og þær hafa ekki upplifað þetta óréttlæti ekki svona eins mikið eins og kannski við og fyrirgefsluður þetta mér finnst sko í raun og veru að þú ert að tala um feminism mér finnst þessi barátta hafa færst yfir í til dæmis í hinsegin baráttuna mér finnst það sá veruleiki mér finnst ég get samsamað mig mjög mikið með því sem hinsegin hreyfingin er að gera á okkar dögum vegna sem það minnir mig svo mikið á þessa tíma þegar við vorum í kvennabaráttunni í feminismanum og öllu þessu það var gaman og húmor það er húmor og skemmtilegheit en líka bara er þetta orðið einhvern veginn svo ofan og ég finn til dæmis með unga fólki í listaháskólanum það er ekkert verið að ræða mikið feminisma sko þó við séum að taka fyrir ákveðna þætti feminismin er ekkert mikið það er frekar hinsegin fræðin sem er bara einhvern veginn næsta stig við þetta sko og nú er líka áherslan í kvennabaráttunni eins og það var nú bara viðtal í sjónvarpsfréttum í gær sko það er verið að tala sko ofbeldi gagnvart konum og allt það var ekki umræðan ekki þarna sko þetta er svona hefur það er aðrar áherslur í dag sko sem betur fyrir hefur það opnast til þess að það er ekki fyrir 1990 sem til dæmis að það hefur byrjað að tala kynferðisofbeldi opinberlega á Íslandi það var einhver þáttur held ég var í stöð 2 þar sem var svona stór umræð þáttur
fyrsta skiptið kynferðisofbeldi á Íslandi, þar sem margar konur kom og vitnuðu, minni mig, og það tæmdu sköturnar í Reykjavík þá. Og síðan upp úr því þá stígamót stofnað, sko. Og þetta nú ekki lengra síðan og sama með heimilisofbeldi. Kvennaathvarfið var ekki til fyrir 50 árum? Nei. Það kom setna, svona 5-6 árum setna, ég man ekki alveg hvað var. Það var sannlega komið upp úr 80. Það kom að meira þeim sem stóðu að því óvart viðbröðin. Ég held að þær hafi ekki átt að segja á í hvað vandamáli var útbreytt. Og ég man líka eftir því ég var í ritstjórn Veru sem var málgagn kvennaframboðsins og eins og vildi ég gera sérblað samkynhneigðar konur eða lesbíur. Bara búum til eitt blað hvernig að vera lesbía. Og það var bara, þær fölnuðu, þeim fannst það algjörlega ótímabært og þetta hefur verið svona 1984 og svo náttúrulega bara þessi gay pride kemur ekki fram fyrir á fyrsta gangan ekki heldur fyrir 98 þannig að það líður svo rosalega langur tími þar til sú umræða kemst upp á yfirborðið. Það hefur verið bent á þetta stundum að sigrar baráttu samkynhneigðra að baráttan var búið að há hana þegar sigurinn kom og sigrarnir sem að þeir hafa náð þeir hafa ekki verið umdildir en það öðruvísi með transfólk sem sigrarnir hafa komið áður en að umræðan klárast í samfélaginu og einhver leiti held ég að sé með konur að það svona bæði og sumt þykir sjálfsagt en samt einhver órói í gangi í kringum. Eins og maður sér bara til dæmis í sambandi við þessa umræðum þriðju vaktina, það að segja enn þetta nú þannig í hjónaböndum og þegar fólk að stofna til hjónabönd og eignast börn og til unga fólki, ég meina það þetta með sem við vorum alltaf að tala í gamla daga, þetta að það sé jöfn ábyrgð á heimilinu, uppeldinu og allt þetta. Mér finnst ungar konur í dag mjög mikið, þær eru mjög uppteknar af því að þessi skipting eða þessi deil þannig ekki búið að ná jafnrétti. Ég meina jafnrétti í merkingunni að bara að foreldrar og hjón deili með sér allir þessari vinnu sem í kringum barnauppeldi og heimilshald. Að hluta til vegna þess að ágreiningsefninu var svona outsourcað til fátækra innflytjenda kvenna sem komu og þrifu íbúðina og hjá sumum, það var svolítið svona efri lögunum, það var bara outsourcað í staðinn að við séum að deila þetta ef við ekki bara kaupa okkur út úr þessum deilum. Og sumir gera það náttúrulega bara sem hafa efna á því en ég kannski að tala meira svona fólk sem kannski hefur efna á því en mér finnst þessi umræða inn á vissum síðum sem að ég leyni síðan þá finnst mér þetta konur tala mjög mikið þetta ennþá Gunnar Smári þetta þannig að karlmennirnir eru ekki alveg ungu karlmennirnir eru ekki þeir eru til og það eru bestu karlarnir bestu mennirnir sem að skilja þetta bara að taka þátt í heimilstörfunum svo að lendi ekki alltaf á konu á heilsu þeir gera kannski frekar það sem skemmtilegast eins og elda matinn eða eitthvað svoleiðis en eins með þvottin ekki taka til eftir sig og helst ekki að elda nema maður getur verið með bjór við grillið úti og það þarf að vera gúrmeimatur meðlætið er mjög gott sem að konan bjóð til og svo hitt svona hálf illa grilla kjöt en það alltaf aðalatrið á borðinu og þá eftir ef við með 3 börn í heimili menn allir þvotturinn hann lendir rosalega mikið á konum Við fundum nú þvottavélina fyrir ykkur Já, en ég meina, ég veit það en það svo, ég að tala þegar búið að þvo, búið að þurrka þá þarf nú að ganga frá Fötur að para sokkana En það að þessi hlutur listarinn að endurskapa sjálfsmynd okkar fyrir nýjan tíma, þetta gamla gagnast ekki þetta ekki svona verka því að við erum búin að vera svolítið að tala það að svona sess kvenna á efri árum starfsæfinnar og eftir starfsæfinna að það svona kettlingar segir þið og eitthvað svona og ég tók hana gömlu peysufötakonuna og það hefur þetta ekki bara komið tími að það þurfi raunverulega að koma inn í sögur og upp á svið og inn í bíó og eitthvað fleira bara
helling af konum á ykkar aldri til þess að við höfum einhverja leiðsögn það hvernig er að vera kona á þessum aldri. Því að við getum ekki verið eins og konur voru hérna árum áður. Nei, ekki bara fastar í stereotypum sko. Mér finnst þetta bara lifandi kvenmenn sem er holdt að fá upp á svið. Já, til þess að jafnaldrar okkar geti saman sig við og líka bara ungu stúlkurnar að þær eru ekki bara eitthvað fyrirbrigði milli 20 og 50 og svo búið. Þetta er bara líf eftir þetta líf og maður er að sjá það í þessu leikriti mjög líka. Þetta er bara svo gaman að fá lífið svona fram. Eitt í þessu leikriti líka að þó að þessar konur séu komnar á efri ár þá eru þær ennþá að glíma við alls konar drauga úr fortíðinni og þú veist, það fer ekkert frá manni sko. Það er kannski rétt að komið fram að við vorum að mæra aldur og þroska en að stóru leiti þá þroskust ekki neitt Já, kannski á einhverjum sviðum en við þroskumst en ég meina að þú veist við erum tökum þetta fíbli með okkur, eða ekki? Jú, kannski En hérna, ég ætla bara kannski sem betur fer Ég ætla bara að vitna í eina konu hérna sem við höfum ekki talað sem að segir í verkinu mjög framalega hún segir sko að Guð, hann er nú svo sniðugur sko, að hann eiginlega lætur okkur hafa allt lífið til þess að aðlagast því að það í raun og veru endar. Það er sérst, við erum alla ævina að sætt okkur við það í raun og veru eða svona læra það að í raun og veru er þetta bara ákveðin skammtur sem við fáum. Það er náttúrulega algjörlega óskiljanleg skiljanlegur raunveruleiki. Nei, en það er samt þannig, sko, ég finn... Að veröldin, því ég er bara sjálfstæð veröld og vitund og það sé tímabundið fyrirbrigði, það er bara, það er ekki hægt að skilja þetta. Nei, það er ekki hægt að skilja það, sko. Sko, þetta, ég segi fyrir mig að ég var að tala fyrir þetta með að mér veist ég vera núna tilbúin að eignast barn, sko, þá finnst mér líka dálítið merkilegt að þegar maður er tilbúin að ná einhverju þroska, þá fer þetta bara að fer þessu kannski að ljúka. Það er það sem er svo. Það er svolítið eitthvað leiðinlegt. Ég held að Reykur sem sá að við erum alltaf að skilja tilgang lífsins og ef þú fattar það, þá ertu bímaður upp. Þá ferðu bara heilablóðfall og deyrðu eða eitthvað. Því annars væri búið að spyrjast út hverju tilgangur lífsins. Já. Hann hann uppi, hann bara lætur alltaf hverjana sem að náðu þessu. En þetta er svo merkilegt hvað við erum sérkennilega samansett og hvernig við erum bara sem verur eins og út að segja, sko, hvað þetta er. Já, og svo er til fólk sem nær aldrei neinum þroska og fattar og er bara fast í tvítugt í einhver starf algjörlega endurtaka sig aftur og aftur og skilur ekki tilgangin með því að halda áfram að bara til dæmis að læra og mennta sig og hafa áhuga á því að lifa. Þetta við bara fólk almennt en þetta á líka sérstaklega við listamenn sem að stundum er þannig að þeir sem að slá í gegn svona á ungmanndómsárun sínum eru síðan alla ævina að endurtaka leika sig og það er ekkert svo margir listamenn sem að ná að blómstra á öllum æviskeiðum sínum. Þú veist leðilegt að taka dæmi að Kalli eins og Laxness, minnst hann svona dæmi það, hann á þessi æskuverk sín og hann á svona ungmanndómsverkin það sem hann er að ögra öllum og svo á manndómsverkin það sem hann notar það sem hann hefur gert og svo á hann Væsold menverkin það sem að penni verður svona frjálsari og hann þroskast svona í gegnum þetta. Það er mjög algengt að listamenn ná ekki að endurskapa sig sem listamenn eftir því sem þau breytast, eldast og þroskast. Það er alveg rétt, það er bara þessi svo misskipt líka bara aðstæðir fólks, ég meina að þú varst nú að nefna Halldór Laxness sko, þá náttúrulega dálítið merkilt með þann mann og þann anda að hann bara ákveður það þegar hann er 12 ára eða jafnvel yngri að hann ætlaði að verða rithöfundur og það kom ekkert annað Hann tók ekki út þvottavél. Hann tók ekki út þvottavél. Konan hans var ritari. Já, hann hafði þessar aðstæður og ég meina til þess að geta orðið svona þá þarf það að hafa þjónustu. Ég segi fyrir mig, ég myndi alveg hafa vilja haft þjónustu stundum þegar maður er í einhverjum stóru verkum en maður þarf alltaf að þvo á sig fötin og alltaf að elda sér mat og koma sér á milli staða og svo er maður líka að reyna að gera eitthvað, skapa eitthvað. Þetta er algengar hjá konum.
Og svo eru konur líka. Svo eru líka. Þú hefur verið að blómstra núna undanfarið. Sett frá hellinga góðum bókum og... Já, heldur betur. Það ekki ekki. En svo er það líka álægir á konur að hugsa aldraða foreldra og veika foreldra. Það ég var bara að lesa bók hérna þegar mamma mín dó, ég man ekki hvað, fyrirgefðu höfundur að ég man ekki. Kolbeinn Þorsteinsson? Nei, þetta er eftir konu. Nú, þetta ekki bókinu Sigrún Ölbu. Já, Sigrún Ölbu. Já, hún var að koma út, já. Það er hún bara fer hún í gegnum þetta og ég segi fyrir mitt leyti, ég samsamaði mig mjög mikið með því að það lendir yfirleitt á konur. Og það er líka hlutverk sem við erum ekkert undirbúin fyrir. Sem er svona dæmum að við verðum að segja þessar sögur til þess að skilja þetta. Þegar ég held að ég hef ekki verið undirbúnar undir neitt hlutverk í lífinu heldur en þegar foreldrar mín fóru að eldast og verða ósjálfbjarga. Og hugsaði eins og barnið sitt. Akkur sagði mér engi frá þessu. Kannski var einhver að reyna að segja mig frá því ég heyrði ekki að því að ég var ungur og vitlaus. Maður tengir ekki við það, maður skilur það ekki þegar maður upplifir það. En ég held að þú nefnir þarna eina bók og svona, ég held að vanti bara miklu meir umræðu þetta. Ég skrifaði í skáldsögu 2020 sem heitir Hilduleikur og hún fjallar konu sem neitar því bara að fara inn í kerfi. Svona stofnun. Og þetta er dystopía, framtíðasaga. Þar hugmyndi spratt út frá því að þegar þú verður 67 ára komin á hann eftirlaunaldur og í þessari sögu þá þarf þetta að sækja það hjá ákveðinni stofnun og einkafyrirtæki að fá að lifa áfram. Og þetta sanna það að þú sér þess virði. Það er alltaf gott. En stelpur vitið það að við þurfum að fara því það er að koma æfingar. Já. En ég ætlaði samt að spyrja eina því að ég var að tala svona mismunandi feril listamanna. Þetta er náttúrulega leikarinn, hann hefur bara sjálfan sig og er þar að leiðandi svona tengdari, hann er bara fyrir framamann. Og það er þá er það, þú veist, hver þú ert svona á þínu æviskeiði skiptir máli. Maður sér þetta, maður veltir stundum fyrir sér þetta í bíó, er engin leikari sem næra að fara yfir öll þessi æviskeiði nema Anthony Hopkins að því hann er alltaf settur í hlutur gamlamannsins. En náttúrulega það vegna þess að hluturki verða færri. En að einhver leyti það þannig það er ekki allir leikar sem að lifa að komast að við geta verið góðu leikari 70. Einmitt. Við eigum nú nokkuð dæmi það, eins og Kristbjörg Kjeld og Arna Jónsson. Svona þroskaðar manneskjur. En þetta er raunverulegt svona challenge sem að leikarinn hefur að endurskapa sér leikara eftir því sem þú eldist og breytist. Og svo er það náttúrulega kannski líka að ef þú dettur út eins og gjarnan konur gera og þá verður þetta erfiðara því að þú ert ekki að þroska listina með þú stundir hann ekki, Þannig að þetta eru starfsaðstæður. Já. Herðu, ég ætla ekki að ef þess að það verður illa æft, þá er það mér að kenna. En Rósa Guðný, Guðbjörg og Hlín, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru máli við Rauðaborðið. Við erum alltaf að skilja þennan heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli er þetta augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þá ætlum við að fara til Kína í ferð með þeim bræðurum, Ólafi Þ. Harðarsyni sem er prófessor í stjórnmálafræði, emeritus eins og þetta og bróður hans, litla bróður, Tryggva Harðarsyni sem er fyrrum námsmaður í Kína og bæjarfulltrúi og bæjarstjóri víða, bæjarstjóri emeritus. Já, það ekki. Herðu, ég sá að bara á Facebook að þeir fóru til Kína og með það áhugavert, ekki síst Tryggvi að þú fórst til Kína fyrir, hvað er það, 50 árum með Ragnari Baldurssoni sem hefur hingað komið oft og spjallað við mig Kína. Já. Þannig að þú þekkir mörg Kínu
Já, ég er búin að kynnast sitt á hverju í gegnum þessi 50 ár. Já. En í þessu mánuði 50 ár liðin frá því ég fór þarna fyrst til náms. Og af því tilefni þá hafði ég samband við nokkra góða hafnarfjarðarkrata, vini og vandamenn og hvort þeir hefðu áhuga að koma með mér í svona ferð. Já. Og það endaði á því að það voru 13 mann sem mætti í ferðina. Og hún var bara ánægjuleg í alla staði og maður hefur náttúrulega fylgst með þróuninni í gegnum tíðina. Þegar ég kem þarna þá var náttúrulega maður lifandi, hann sendi mig út á akrana og vinna í verksmiðjum og svona, sem var afar skemmtilegt. Og Sendi þig? Já, námsmenn. Það þurfti að leiða að kynnast atvinnulífinu, eins og við reyndar þekktum hérna flest á Íslandi. Þannig að þetta var ekki viðbrigði fyrir mig sem hafði unnið öll sömur 3 eða 4 mánuði og verið í sveit alla mína bensku. En svo var þetta lagt af fljótlega eftir að Mao dó að senda okkur út á agrana. Þetta var kallað opinn dýraskóli og hugsuðu til þess að menntamenn kynntust störfum alþýðunar. Skóli með opnar dyr. Já. Hann skáldan Mao eins og Halla Tómasdóttir hefur fengið að kynna fyrir. Það er erfitt annað en að vitna í hann því hann er eitt af betri skáldum kynverja. Jú, honum var margt tillistarlagt og það vakti nú athygli mín að þegar maður kveikt á sjónvarpinu þarna úti þá var annarkvort Ólafur Ragnar eða Halla í sjónvarpinu. En við komumst aldrei í það, Ólafur. Nei. En þú varst þarna í námi, hvað varstu lengi? Ég var 4 vetur þarna. Já, og hvað varstu að læra? Fyrst bara kínversku og svo hrakfræði. Já, og þetta var fyrst á Mao og svo kom fjórmenningarklikkan og svo var henni velt úr stóli. Já. Allt á þessu tímabili. Já. Og þá tekur við Deng Xiaoping. Nei, Huaco Feng sem enginn þekkir nema ég í dag. Hann var hann held ég í 3 ár, þannig að Deng Xiaoping tók við. Já, en var ekki Deng Xiaoping svona stjórnaði baka tjöldin þá? Nei, hann var að rísa, menn áttu von á því að hann tæki svo við fljótlega. Hvað var verið að endurrísa Deng í 4. skipti? 3. svona formlega. Já, merkilegur maður. Já, þetta sko, þegar ég kem þarna þá eru Kínverjar mjög fátæk þjóð og hafa mjög svona yfirleitt nóg að bíta og brenna. Það var stefna Maós, svona svipað eins og hjá henni Ingu Sæland, fæði, klæði, húsnæði. Það var nú ekkert mikið meira. Hann stóð hins vegar fyrir því að þjóðin var kennt að lesa og skrifa, sem lagði grunninn að því að auka menntun til langs tíma og hann kom líka upp heilbrigðiskerfi sem náði til flestra anga ríkisins og var með hérna svokölluðu berfættalækna sem að fengu stutt námskeið, fóru síðan og gátu tekist á þessa algengustu kvilla sem oft leiddi til dauða barna og fólks. En í sjálfu sem mjög auðvelt að koma í veg fyrir að menn hafa svona lágmarksþekkingu á heilbrigðisþjónustu. Þannig að heilbrigðiskerfið sem náði lengra heldur en vegakerfið. Já, það fór út allt. Og þeir voru kallaði berfættir af því að þeir áttu ekki skó, þessi læknar. Það er líka að þetta fór eiginlega lengra heldur en vegakerfið því ég skildist á Ragnari, það er ennþá verið að tengja svona ákveðin hérröð við Kína eiginlega gegnum vegakerfi sem að voru mjög afskett. Já. Alveg bara fram á okkar tíma. Já. Þannig að þetta hefur náttúrulega verið flókið mál að halda utanum landið án svona innviða. Já, það er alveg verið, sko. Þetta hefur breyst mikið. Já. Ég hef nú komið þarna til Kína af og til frá því að ég var í námi og maður sér breytingarnar ár frá ári eða á nokkra ára fresti. Þetta er eitt mesta undur mannkynssögunnar sem að þú þá verið að fylgjast með. Já, ég segi sko að þetta er staðist á mesta lífskjara breyting sem að veraldarsagan hefur upplifað og nú er komið svo að milljónir manna eða 100 milljónir manna eru bara komið með sambærilega lífsstandard og við á Vesturlöndum og
fátækt kannski minni heldur en víða annar staðar. Þeir eru með öflugt félagskerfi og öflugt heilbrigðiskerfi og öflugt menntakerfi. Það er ekki svona tötra líður eins og... Nei, það finnst ekki. Það er ekki í kringum borgirnar er ekki svona reisisbyggðir eins og eru í Suður Ameríku eða Afríku eða hjólhýsabyggðirnar í Bandaríkjunum? Nei, það þekkist ekki. Það var nú einhver sem var að segja okkur það, Ólafur, að á þessum afskekktustu stöðum þá væri stundum fólkinu boðið að flytja sig og það er bara fundið nýtt húsnæði fyrir það. Og aðspurður sagður, nei, það er náttúrulega ekki alltaf allir sem vilja fara, en við tryggjum samt sem áður að þeir sem verða eftir að þeir hafi allavega lágmarks framfærslu. Þó þeir hafi ekki mikið á milli handana, en þá er svona ákveðið grunnur sem að allir eiga að njóta. En á þessum tíma, þessum 50 árum, og þá kannski þegar þú komst að þá voru 20% sem byggu í borgum og 80% í sveitum. Nú er það orðið öfugt, eða ekki? Já, ég ætlaði ekki verið 10% í borgum þegar ég var hérna. Þannig þetta eru líka stórkostlegustu fólksflutningar sem mannkynið hefur séð. Alveg gríðarlegir. Og margt breyst og efnahagurinn fer að breytast eftir að Deng Xiaoping tók við. Og þegar að menn sáu hagtölur vaksa 5-10% sem hefur verið gangurinn í 40-50 ár. Fyrst sögðu menn að þetta væri bara ekkert merkilegt því að hagvöxturinn væri svo mikill að þeir hefur svo lágir áður. Það er auðvelt að vaxa úr engu. Já. Og síðan eftir nokkur ár þá fóru menn að tala alltaf að þetta veri bara bóla sem myndi springa. Og hún er ekki sprungin enn. Í 8 ára svolaði því að kemi setback í hagvöxtinn, en þeir hafa haldið sínum striki nánast samfleytt í 45 ár. Og með því móti náttúrulega held ég svona nokkuð þokkalega ánægja alls þorra fólks meðan að lífið batnar og þeir hafa það betra og lifa betur og þannig að maður verður ekki var við það annað en að Kínverjar séu bærilega sáttir við sín stjórnvöld. Kemur ekki kommunistaflokkurinn sækir umboð sitt til almennings svo lengi sem hann tryggir bætt lífskjör? Já, ég sagði nú fyrir 30 árum að ef það kemur mikið stöðnun í þetta þá gætu þeir mist veldin. En meðan gangurinn hefur verið jafn góður og raun ber vitni að þá eru litlar líkur á því að menn fara að rísa upp. Eitt sem hefur verið sagt svona undanfarið er að það megi merkja í breyttri stjórnarstefnu svona aukin áhersla á þjóðerniskennd og svona stolt yfir Kína sem eiginlega undirbúningur flokksins að halda völdu þá á þeim forsendum. Ef það verður þannig að þeir geti ekki tryggt alltaf bætt lífskjör að þá ætla þeir að nota þjóðerniskennd. Já, ég held að Keisararnir í gamla daga, þeim var steypt stundum. Ef uppreist tókst, þá var það dæmi að þeir höfðu mist umboð himnanna. Og ef hún mistókst, þá náttúrulega var það táknum það að þeir höfðu ennþá umboðið. Og ég held að kommunistaflokkurinn í Kína sem ég meðvitaður það. Og það náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega hungursneyðir og ávaran sem að olli þessum byltingum og spilling. Og þess vegna held ég eins og Xi Jinping að hann er mjög meðvitaður það að spilling er eitt af því sem eitur í beinum fólks, þar eins og hér. Og þess vegna hefur hann lagt mikla áherslu á það að uppræta spillingu eins og hægt er. Það er tvennt sem að svona kall gæti gert. Hann gæti fórnað einum og einum reglulega til þess að sýna almenningi hann er að vinna á spillingunni, eða hann gæti farið út í það að uppræta hana með einhverjum hætti, eins mögulega og það er hægt. Já, ég held að það sé að gera. Ég held að hann sé að uppræta hana. Mér skilst til dæmis í hernum að þar hafi menn verið að kaupa sér stöður. En hann hefur alveg tekið fyrir það og nú er það bara þeir sem eru hæfastir sem að
eins og nú hefð fyrir varðandi gamla kerfið, þar sem menn verða að ljúka sínum prófum til þess að geta orðið gildir embættismenn. Einhver sagði það þegar þessi stóra hersýning var þarna daginn, að það var einmitt til þess að sýna breyttan her. Já, það getur vel verið. Þeir náttúrulega, það eru viðsjálfverðir tímar í heiminu núna. Kínverjar hafa verið blessunarlega lausir við allt hernaðarbrölt á minni lífstíð. Þeir hafa oft í smá erjum við, landamæra erjum í einhverju fjallaþorpum við Indverja og einhvern tímann við Rússa. Einhvern tímann hafa nú stríð við Víetnam. Og svo stríð við Víetnam. En þetta var allt skammvinnt og held ég allt gleymt og grafið. Þeir hafa aldrei farið út fyrir Kína nema bara svona við landamærin. Þú er ekki trú á kínverskri heimsvaldastefnu að hún sé til? Nei, þeir hafa aldrei sýnt það sko. Við þekkjum það að Vesturlöndin hafa farið allan heim og sprengt upp og drepið fólk, hvort heldur var í Víetnam, Afganistan, Íran eða hvar það nú er. Og brotið Kína niður með eiturlyfjum? Já, þeir eru eiturlyfjum og kúuðu þá langa tíð og þess vegna status þó að menn viðurkenna Má hefði gert stór mistök þá það náttúrulega þeirra Jón Sigurðsson, hann þeirra Winston Churchill og de Gaulle. Og Jónas Hallgrímsson. Og Jónas Hallgrímsson, allt í einu. Þannig að hann, hvað sem menn segjum, sko, hann náttúrulega lagði grunninn að stæðstu lífskjara byltingu í heiminum. En hún hófst nú ekki fyrir hann var farin? Nei, hann lagði grunninn. En hann hafði ekki til að skynbræða á kannski efnahagsmálin eins og Deng Xiaoping. En hann vann frelsisstríðið að Kínverjar næðu aftur völdum eftir niðurlæginga tímabilið. Já, hann gerði það. Og fyrir það kínverska þjóðin honum ákaflega þakklátt. Og hann náttúrulega skipar stóran sess í hugum fólks í Kína. Og Kínverjar myndu aldrei telja það að vera svona sniðugt að fara frekar að dæmi vesturveldana sem að þeir líta á að hafi komið inn og eyðilagt raunverulega Kína á tímabili. Já, þeir náttúrulega máttu upplifa rúmlega 100 ára niðurlæginga tímabil þar sem að það voru raun gamlu nýlenduveldin sem að stjórnuðu meira og minna í Kína með stríði og þvingunum og þannig að þeir eins og svo fjölda mörg önnur ríki í heiminum kunna Vesturveldunum litlar þakkir fyrir þeirra þátt í gegnum aldirnar og fram á síðustu öld og jafnvel enn þann dag í dag. Ólafur, hefur þú oft farið til Kína? Nei, þetta var fyrsta skiptur sem ég kom til Kína. Og var það ekki merkileg upplifun? Það var alveg gríðarlega merkileg upplifun og það í rauninni kannski tvennt eða tveir þættir sem að svona fyrir þann sem ekki hefur komið þarna áður eru sérstaklega áhugaverðir. Annars vegar að eins og venjulega gerir bara venjulega ferðalögum og maður að skoða sögu og menningu og hún nær þarna og fornminjar og þessi menning Kínverja nær náttúrulega mörg þúsund ár aftur í tíman og maður var að skoða meðal annars minjar frá því löngu fyrir Krist og þá kynnir maður sér líka sögu til dæmis allra þessara keisarætta sem að eins og Tryggvi nefndi komu og fóru og auðvitað kínverska menningin miklu eldri heldur en menning okkar hér á Vesturlöndum. Þetta eina menning fornaldar sem enn uppi. Það má áræðanlega segja það. Róm fallinn og ég man einmitt Egyptaland. Þegar Tryggvi var í náminu í Peking eins og sagt var þá, Beijing, að þá náttúrulega voru samskiptahættir sumstaðari heldur en núna. Þannig að hann skrifaði mér löng bréf og þá fannst mér hvað athyglisverðast þegar hann var að segja mér einmitt frá þessu niðurlæginga tímabili Kínverja á 19. öldinni þegar að vesturveldin kúuðu þá og meðal annars neyddu þá til að lögleiða ópíumverslun vegna þess að það hentaði hagsmunum Breta. Það náttúrulega bara yfirgengilegt. En það sem mér þótti athyglisverðast í skrifunum var þegar hann var að segja mér frá því að hann hafði verið að lesa
sem sé gamla, forna kínverska texta þar sem að Kínamennir voru að lýsa englendingurum og frökkunum og þessum Evrópumönnum og fyrirlitningin á þessum barburum, menningarsnauðu barburum var algjörlega botnlaus. En sem sé annars vegar maður að kynna sér þessa gríðarlega merkilegu menningu og sögu sem í sjálfu sér algjörlega heillandi en síðan sérstaklega fyrir stjórnmálafræðing þá náttúrulega gríðarlega áhugavert að sjá þessa stórkostlegu þjóðfélagstilraun sem þarna í gangi og hefur verið í gangi alveg frá því að kommunistarnir komu til valda og í rauninni held ég nú að sko Tryggvi var nú að lýsa þeim grundvelli varðandi til dæmis alþýðumenntun og þannig hluti sem að gerðust í tíð Más þó að Mao hefði hins vegar auðvitað gert stórkostleg mistök og hérna bara ábyrgð á dauða tugmilljóna manna en mér heyrðist nú Kínverjarnir ekkert verið að tala mjög mikið það en síðan það auðvitað Deng Xiaoping sem að hérna veldur þáttaskilum og í rauninni höfundur alveg nýs þjóðfélagskerfis og sem að hefur skilað gríðarlegum árangri og það sem þarna á ferðinni að það sameinað sem sé einræði eða einsflokks einræði kommunistaflokksins en því ekki lengur En ef byrju þetta að tala einræði flokks? Já, það Nei, það ekki hægt. Það er flokksræði, það allt annað. Mér alveg sama hvað kallið það flokkurinn einn og hann ræður öllu sem hann vill. Jú, en það innan flokksins eitthvað svona leið til þess að draga fólk til valda. Ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega uppbyggingu kínversku kommunistaflokksins. Þetta ekki ættarveldi? Þetta ekki ættarveldi. Þetta sérfræðingaveldi? Já, það sennilega töluvert til í því. En það sem að ég sérstaklega að hugsa sem sé þetta hérna eins, hvernig saman fer þetta einsflokksræði kommunista sem að í Sovjetinu til dæmis og líka í tíð Más var tengt við mjög miðstýrðan áætlunarbúskap. En það sem Deng Xiaoping sem að skilaði sáralitlum árangri og í Sovjetríkjunum til dæmis náðist árangurinn þar efnahagslegi bara í byrjuninni hjá Stalin þegar komið var á svona stórfelldum þungaiðnaði sem að kerfi réði við. Það virkaði þá. Og sömurinn gaf þeim falskar vonir að væri að halda áfram með sömu aðferðina í landbúnaði eða í neysluvöruframleiðslu. Og það var eiginlega sorgin hjá þeim að það reyndist ekki vera hægt. Það reyndist bara alls ekki vera hægt og hérna en hins vegar það voru mjög margir sem töldu að það væri og það sé nánast lógískt ómögulegt að sameina svona einsflokksstjórn og sem sé skilvirkt skilvirkt og árangursríkt hagkerfi og þess vegna fyrir stjórnmálafræðing mjög fróðlegt að sjá að núna í hérna einhverja áratugi hefur þessu einsflokkskerfi tekist að skapa hagkerfi sem að skaffar greinilega rosalega vel og breytingarnar á efnahagnum eru auðvitað stórkostlegar og þar sem kom mér kannski, ég vissi nú að þarna höfðu orðið miklar framfarir og ég hef tekið eftir því að margir og meðal annars Albert Jónsson vinur minn þegar verið að tala valdahlutföllin í heiminum þá hefur hann verið að benda á það að Kína sé langöflugasti keppinautur Bandaríkjanna sem Bandaríkin hafi nokkuð tíman þurft að horfast í augu við og á þessari ferminni þarna austur sannfærðist ég að þetta algjörlega rétt og ég sannfærðist líka það að það alveg rétt lýsing að Kína rísandi stórveldi meðan að Bandaríkin eru hnignandi stórveldi. Þannig að upplifunni þín að koma þarna kannski svipað og maður getur ímyndað sér að fólk hafi orðið fyrir þeirra fór kannski til New York þar síðustu aldamót kom inn og sá eiginlega skynjaði vélina og þarna bakvið einhver vél sem miklu öflugri heldur ég nokkuð tíman
orðið áskynja. Já, það maður sér til dæmis að því nú verið mikið í Bandaríkjunum að margt þarna í uppbyggingunni í Kína minnir mann á Bandaríkjun. Þarna eru... En ekki í dag, því að það allt hrörnandi, það alltaf símasamband í Bandaríkjunum. Ég ekki komin að því, Gunnar Smári. Sko, maður sér þarna gríðarlega uppbyggingu húsnæði, stórar og miklar blokkir sem maður sér líka í Bandaríkjunum, nema kínversku blokkir þar eru nýjar, meðan að víða í Bandaríkjunum fara þær hrörnandi. Maður sér vegakerfið, að því þú varst nú að tala samgöngurnar, að við fórum þarna töluvert í lestum milli stórborga og lestirnar eru stórkostlegar, þetta eru háhraðarlestir, ég held að fara upp í 350 kilometra og mjög góðar lestir. Það ekki að meina ég enga slíka? Þær fara, nei, og á þessum leið okkar lá meðal annars í lestunum tölveð fjallahéruð og þar hafa Kínamennirnir bara borað göng í gegnum allt, alveg rosalega mikið af göngum. Þannig að það greinilega að minnst á þessum svæðum sem við vorum á í mjög góðu lagi. Vegakerfið eru svona risavegir, hraðbrautirnar, með ofboðslega stórum þessum gatnamótum og það sér maður líka í Bandaríkjunum. Munurinn hins vegar sá að í Kína þetta allt saman nýtt og rosalega flott. Meðan í Bandaríkjunum hefur þessu rakað gríðarlega, í niðurnýðslu mjög víða, að því þeir hafa ekki tímt eða vilja skattleggja til þess að viðhalda sínum infrastruktúr. Þannig að allur þessi infrastruktúr sem að þau sáð þetta í Kína, hann nýr og hann ofboðslega flottur. En það sem komir kannski mest á óvart, mér skilst að það sé nú það sem hefur verið að gerast svona síðustu 10 árin, svo gríðarlega áhersla sem að stjórnvöld í Kína leggja á loftslagsmál og græna orku og grænt umhverfi. Og ég man bara fyrir þegar menn voru að velta þessu með loftslagsmálum fyrir sér fyrir kannski 20-30 árum, að þá held ég að engum hafi dottið í hug að Kínverjarnir gætu annað en haldið bara áfram að nota kol og olíu og þeir yrðu bara, sem svona tiltölulega frumstætt ríki, að þá yrðu þeir bara að halda sig við gömlu orkugjafana. En þeir hafa leggja greinilega gríðarlega áherslu á að breyta þessu. Ég veit að vísu ekki nákvæmlega hvernig þetta skiptist á landsvísu, það að segja hvað mikið orðið af hreinum orkugjöfum og hvað mikið í gömlu orkugjöfunum. En áherslan alveg klár og við sáum þarna meðal annars sólarorkuver sem virkaði rosalega nýtískulegt og flott. Við skoðum jarðvarmavirkjun sem reist í samvinnu við Íslendingar reyndar. Mér sagt að... Þar uppbyggingi mjög röð, úr engu fyrir rúmum 10 árum yfir í að þjóna heimilum sem álíka mörg og í Svíþjóð. 10 árum? Já, einhver sagði mér nú að þeir þjónuðu að jarðvarmaveiturnar þjónuðu 125 miljón manns, en ég þori ekki að fara með það, það bara eitthvað með þeir heyri. Ég held að þetta bara þetta verkefni sem Íslendingarnir Já, það gæti vel passa, þegar þeir að tala var 125 miljónir. 10 árum að þá verður búin að tengja heimili sem álíka mörg og í Svíþjóð. Já, en þá verið að tala allar jarðvarmaveitunar. Við skoðum líka bílaverksmiðju, þar sem að megin áherslan lögð og vistvæna bíla, annarkvort bara rafmagnsbíla eða hybridbíla. Og í heildina tekið þetta komið mest á óvart hvað þeir virðast hafa náð miklum árangri í loftslagsmálunum og Tryggvi var að segja mér einmitt að þegar þetta var þannig í Kína að þegar maður kom í stórborgirnar þá bara var mengunarský yfir borgunum frá þessum gömlu orkugjöfum og Tryggvi var að segja mér að þegar hann kom þetta síðast fyrir 7 árum þá var þetta ennþá þannig í Kína en núna þegar við komum í einhverja 4, 5, 6 borgir og maður sá bara heiðan himinn allstaðar. Þannig að þetta virðist benda til þess að þeir hafi náð mjög umtalsverðum árangri í loftslagsmálum.
Og ef maður ber þetta svo saman við Bandaríkin og það sem Bandaríkin að gera í loftslagsmálum, það bara afturför. Það bara afturför og það bara himinn og haf þarna á milli. Hvernig stendur á því að við þetta erfiðasta verkefni mannkins, sem stundum sagt, má vera þessi frekar stríð og annað slíkt, að þá á Vesturlönd bara ráði ekki við þetta. Það margt sem blendið til þess að sé bara afturför þar. Það sést á því að falla í kauphöllunum virði fyrirtækja sem að vinna orkuskiptum en olíubransinn hann rís vegna þess að menn bara að sjá fyrir sér að það verði bara meiri notkun á jarðefnaeldsneyti á næstunni undir tíma Trump. Að Vesturlönd ráði ekki við þetta og oft verið að tala það að kannski bara ráðum við ekki við þetta því þetta er svo flókið og við eigum ekki alþjóðlegt kerfi til þess að gera þetta. En í Kína þá eru þeir bara að leysa þetta og þannig að þú bara sérð það, bara venjulegt fólk sér árangurinn frá degi til dags. Já, ég er nú engin sérfræðingur í loftslagsmálunum en ég er nú ekki alveg eins svartsýnn og þú varðandi það sem er að gerast hér á landi eða í Vestur-Evrópu. En hitt er alveg rétt að í Bandaríkjunum undir núverandi stjórnvöldu þá náttúrulega bara neitar Trump loftslagsvandanum og það er náttúrulega bara skelfilegt. Hins vegar er sjálfsagt skýringin svo að þegar á að fara í breytingar sem að kosta jafn mikið fé og það að breyta öllum orkugjöfunum, þá er það bara verkefni sem er tiltölulega erfitt í lýðræðisríkjum þar sem að menn geta prótesterað og ég tala nú ekki þegar að við erum með ábyrgðarlausa populistaflokka eins og sem er nú fyrst og fremst í Bandaríkjunum að þar sem að menn bara loka augunum og bulla bara og skruma þrátt fyrir alla galla einsflokksræðis eða einræðis eða hvað menn vilja kalla það, að þá hafa slík stjórnkerfi þó þann kost að ef að það er tekin ákvörðun að keyra á tiltekið verkefni, að þá geta þeir það. Það er ekki einhver stjórnarandstaða eða eitthvað slíkt sem að skrækir og meðan að ástandið er eins og í Kína núna, það er að segja að hagvöxturinn er mikill og lífskjör almennings fara batnandi, þá er almenningur, ég veit svo sem ekkert hvaða skoðun almenningur hefur orkuskiptunum, gerir ráð fyrir að menn séu frekar glaðir við að losna við mengunaskíð í borgunum. En þarna í þessum kerfum er hægt að keyra fram ákveðna stefnu og gera það bara tiltölulega mjög hratt og skilvirkt. Og maður sér líka, ég hitti nú töluvert af svona fólki sem að eru ráðamenn eða verðandi ráðamenn, það er að segja svona kínverska elítan og maður sér þegar að maður hittir þetta sérstaklega yngri kynslóðina að þá eru mjög margir þar afar vel menntaðir. Þeir tala frábæra ensku. Þeir eru búin að læra það hvernig þeir eigi að tala við Vesturlandabúa þannig að okkur finnist til þá og er bara mjög klárt fólk. Þannig að þarna sýnist manni að... Þeim auðvitað að lyfta klára fólkinu til ákvarðana, að þeim ákvöldast það ekki. Við lyftum fíblunum upp til... Já, við myndum nú ekki taka undir það að við gerum það sérstaklega í Vestur-Evrópu, en hins vegar verði nú að segja að það er athyglisvert að bera saman þessa Kínamenn sem að ég hitti, sem að eru eitthvað í stjórnkerfinu eða er, eins og ég segi, partur af þessari nýju elítu, velmentuð, kurteis, upplýst, að bera það saman við hirðina í kringum Donald Trump núna, það er ekki hagstæður samanburður fyrir Bandaríkin. Tryggvi, kannt þú svara þessu? Af hverju tekst kemur að vera með afgerandi skref út á loftslagsmálum og suminleiti mætti þeir kannski getur kalla allt eins bara mengunarvarnir? Já, ég held að þeir hafi nú bara skynjað á eigin skynja að þetta er gríðarlega mikilvægt málefni og lýðræði og ekki lýðræði og allt það að stórar ákvarðanir eins og mótun loftslagsstefnu, hún er ekki tekið einu manni einu vetfangi.
þetta rætt í flokknum af milljónum manna. Forsetinn tvítaði ekki hérna miðanótt. Og út allt. Þetta margra ára prósent oft að komast að niðurstöðu, endanlega niðurstöðu. En þegar niðurstaða fengin, þá kyrrt á málið. Og eins og þeir segja sjálfur núna, sko það sem við segjumst ætla að gera, það gerum við. Og þeir hafa sýnt það í langan tíma að þegar þeir taka ákvörðun, þá keyra þeir á hana. Og það sama hvort það í loftslagsmálum, samgöngumálum, þessar lestar, rafmagnslestar sem að bruna landið þvert og endilangt, þá að spara þúsundir, sjálfsagt milljónir flugferða ef að það væri kosturinn. Þannig að þetta bara ákvörðun sem tekin á mjög breiðum grundvelli og svo bara keyrt á hana. En þetta ákvörðun í sambandi við loftslagsmál og vinna gegn mengun og annað. En maður getur líka sagt að þetta ákvörðun sem kannski á bakvið hana er hugmynd það að ef við ætlum að tryggja áfram bætt lífskjör, þá munum við gera það með nýsköpun, að finna nýjar lausnir. Við munum ekki gera það með nýtingu náttúruauðlinda eins og jarðefnaeldsneyti. Það er bara svona þak hvað getur farið langt með það. Þannig að það samfélag sem að nær að verða mesta nýsköpun, leita að nýrri tækni til þess að gera hlutina alltaf ódýrari og ódýrari, það samfélag mun vinna. Og að sömuleyti það hugmyndin á bakvið þetta hjá þeim. En ég sé ekki að Vesturland séu mikið þannig. Menn tala stundum það að þetta sé allt ríkisstyrkt og eitthvað svo leiðis. Í Kína hafa náttúrulega verið 100 fyrirtæki að framleiða bíla. Svo er það kannski 2, 3, 4, 5 sem að ná í gegn. Þarna nýta þeir kosti markaðarins, hafa samkeppni og þeir hæfustu verða ofan á. Og síðan flýtur þetta út allan heim. Þeir eru að þróa flugvélar sem að munum sennilega valda straumhvörfum í flugi. Það eru léttari, eyðaminni og ódýrari. Rétt eins og rafmagnsbílarnir þeirra, mér skilst að þeir séu svona þriðjungi ódýrari heldur en og betri, batterín eru betri og ég tók eins og leigubíl og hann var á kínversku bíl og hann var eitthvað að segja mig hvað hann kostaði og var með samanburð á dýrum, þýskum bílum og hann segðist bara að það er bara þannig að þetta er bara miklu betri bíl. Og þú veist að þeir eru bara komið fram úr Teslunu og öllu þessu dóti. Það kom mér líka svolítið óvart eða hvað í rauninni þeir virðast og ég hef svo sem ekki vita á hátækni en hvað mér sýnist þeir vera komnir ofboðslega langt í hátækni og maður sá það til dæmis á bara svona sýndarveruleika til skemmtunar hvað það var flott gert hjá þeim og við vorum nú með fréttir það fyrir nokkrum mánuðum þegar þeir voru að koma sem sé á framfæri sínum græjum varðandi gervigreind að hún stóð alveg jafnfætis ef ekki framar því sem að Bandaríkjamenn voru að gera. Þannig að ég held að það sé mikið til í þessu sem þú varst að segja, sem sé að þarna er mikil áhersla sem sé á nýsköpun, menntun. Uppbyggingu háskóla. Kínverskir háskólar eru bara mikil uppbygging háskóla. Okkur var líka sagt til dæmis, mér fannst það fróðlegt að okkur var sagt frá því að núna er verið að byggja nýja borg sunnan við Beijing. Sem að er hugsuð til þess að létta á fólksfjölgunin í Beijing og þeir ætla að reisa þarna það sem þeir kalla græna borg og þetta er líka svona á að vera svona 15 mínúta borg eins og við höfum nú séð hugmyndunum hérna heima. Þannig að allir eigi að geta gengið í sem sé nauðsynlega nærþjónustu á korteri. Sem hægt það sem að veðrið er skaplæri en hjá okkur að við þurfum að 5 mínúna borg. Það eru kallt þetta á vindinu. En þetta er borg sem þeir ætla að byggja sem sé á tiltölulega fáum árum. Eftir fáin ára á þetta eiga búa þarna yfir 5 milljónir manna og þeir töldu að það gæti verið líklegt að eftir svolítið lengri tíma gæti búið þarna alltaf 12 milljónir manna. Og frá þessari borg er hægt að fara þá í háhraðalestinni til Beijing á klukkutíma
og í þessari borg sem sé eiga að vera starfsemi sem ekki nauðsynlegt endilega að hafa í höfuborginni sjálfri og meðal annars eiga að vera þarna 15 háskólar. Þannig að það var svona gaman að sjá sem sé svona skipulagshugmyndir sem að virkuðu nú bara á mann rosalega flottar, rosalega nútímalegar og skynsamlegar. Og það Kínverjarnir eru að byggja upp sína háskóla á sama tíma og Bandaríkjamenn vilja brjóta það niður. Já, þetta svæði, ég var nú að tékka á því, þetta vinabær Hafnarfjarðar í Kína heitir Baoding og það er borgin og svo ertu með svæðin í kring og þeir tóku 3 hreppa frá Baoding til að búa til þetta svæði, þróunarsvæði. Þetta nýju borg sem ég er að tala. Og þar er meðal annars vatn sem heitir Baiyangdian sem er nú með stærri stöðuvötnum í Kína og það var orðið erfitt lífríkið þar. Ég kom þar nú fyrir einhverjum 10 árum, eða rúmlega það. En nú sagðu þeir að nú bara þrifist allt fiskur og annað í vatninu. Það væri bara búið að hreinsa þetta upp. Og þetta stöðuvatn verður hluti af þessari heild sem að þeir ætla að búa til þarna. Og eins og Ólafur sagði, létta á Peking þar sem er allt of mikið trafík. Það verður alveg svakalega pirraður. Reyndar er það þannig í Beijing sem að hér erum við nú alltaf að tala bílana að þar við hittum þar mann sem var að leiðsegja okkur sem að á bíl og honum er bara bannað að nota bílinn tiltekna daga. Það er nú bara ekki, það getur verið þannig í París. Já, ég veit að það er þannig víða sko, en þeir eru sem sé með það til þess að reyna að komast eitthvað á mót við umferðinni, en sumstaðar lendi maður að vísu ekki eins og oft og í Bandaríkjunum, en maður lendi stundum í svona traffic-jam sko. Sumstaðar eru umferðin mjög mikil. En þegar þú komst þá voru allir á hjóli eða ekki? Það var allir á hjóli. Það eru 10 miljón reiðhjól í Peking, segir í einhverjum dægurlateksta. Á þeim tíma þá sagði maður hvað skeður þegar öll hjólin verða orðið af bílum? þá hefur hjólaðamaður niður aðalgötuna hérna Tangantía, Langafriðarstræti í Beijing, já. Og þá voru svona 20-30 faldar hjólaræðir sikkur megin götunar. Nú er þetta bara bílaumferð sem fyrir. En okkur hjóla þeir ekki? Ég meina sumir sem hafa svona hjólamenningu eins og Danir og Hollendingar, þeir halda áfram að hjóla. Þeir bara hurfu hjólinu það? Á stórum hluta sýnist mér, víða. En þeir eru svolítið með svona rafskullur sem þeir ferðast á og svona lítið mótorhjól. Svo náttúrulega eru sennilega þægilegasti ferðamáttinn sem ég þekki nú ekki, það eru neðanjarðar lestirnar, bara metró, að það flytur náttúrulega ógrynni fólks á stuttum tíma á milli púnta. Já, Tryggvi var alltaf að benda okkur þegar við vorum að keyra þessi breiðstræti í Beijing, full af bílum, svo var hann alltaf að segja, já, hér hjólaði ég nú, og maður var nú eiginlega fljótari á hjólinu heldur en á bílunum í þessari umferð. En maður hjólin sem maður sá, það var miklu minni hjólaumferð í Beijing heldur en Kaupmannahöfn. Ég veit það. Mér finnst það Xi Jinping að taka Mao sér að fyrirmynd og vera hjóli eins og Mao syndi. Það er til þess að íta undir það að fólk sé hjóla. Syndi hann ekki Yangtze? Langá, sem mann vissi nú ekki hvort það hefði verið sko fölsuð myndin, en það var bara hausinn á Mao kom upp úr ánni, en við sigldum einmitt á Langá eða Langafljóti. Við fórum til hinnar merku borgar Wuhan, komumst því miður ekki á leðurblökumarkaðinn, en það er mjög flott borg, mjög glæsileg borg. En það fara þangað fáir það ekki, þetta er ekki aðalega iðnaðarborg. Þetta er ekki svona þessi típiska túristaborg sko. En ég hef nú komið þarna áður, það er vísu 47 ár síðan sko. En það er gaman að koma og sjá borgir sem maður hafði séð fyrir hartnær hálfri öld. Þú finnur þær ekki að aftur? Þær eru bara horfnar? Þær eru horfnar. Þetta er eins og með Peking. Maður verður voðalega glaður þegar maður sér einhverja byggingu sem var þegar ég var þarna.
Það er náttúrulega þessi gömlu hallir og svo einstaka íþróttaleikvangar og slíkt. Tryggvi, þú ákveður að fara til Kína í tilefni 50 ára, þessi 50 ár síðan þú fórst þarna fyrst. Já. Og þá tekurðu með þér krata frá Hafnarfirði, þannig það lítur út eins og ferðir sósíalista til Sovétríkjanna í gamla daga. Hann var nú ekki bara með krata úr Hafnarfirði, hann var nú með einhverja krata úr Hafnarfirði og síðan var hann með ættingja sína, bróður sinn, það er allt kratar ef ég veit sem er nú ekki krati. Ekki Óli. Og og það voru þarna líka systur okkar, ég veit ekki þeirra pólitísku skoðanir. Hafið þið ekki drætt pólitík kvöldur að borðið í deildum? Já, ég hef nú lítið rætt við systkini mínum pólitík síðustu 40 árin. En ef við gegnum sjónvarp. En þetta var fyrst og fremst fjölskylduferð sko, það voru úr fjölskyldu Tryggva og síðan gamlir vinir frá Hafnarfirði, það var Guðmundur Jónsson og hans fólk og Guðmundur Árni sem er bekkjarbróðir Tryggva og þeir hafa verið svona bestu vinir í 60 ár. Þetta hljómar eins og þið hafi langað til þess að sýna þeim Kína. Já, ég var alltaf, ég var búinn að gefa sem loforð að ég myndi einhvern tíma fara með þau til Kína og það endaði með því að ég hafði bara samband við valdakrata og vini og vandamenn. Sjálfur Mao Kratinn, þegar hann kom frá Kína þá kallaði hann því Mao Krata þegar hann gekk í Alþýðuflokkinn og það vissi enginn hvað það þýðir. Nei, og veit ekki enn. Ég bara einn veit það. Og þú skipulaðir einhvern veginn að þið fóruð að skoða verksmiðjur og svona, en þetta var svona hálf opinber heimsókn. Já, hluta til eftir við vorum búin að þvælast þarna nokkra borgir og komum til Pekinga, þá fengum við aðstoð við fórum á kommunistasafnið og fleiri staði og hittum svona ráðamenn og það var í gegnum kínverska sendiráði hér sem að skipulagði að við fengjum upplýsta umræðu menn og málefni og þar kom Ólafur mjög sterkur inn og það er náttúrulega mjög gaman að hitta ráðamenn sem að bæði þekkja mjög vel til hlutana og geta útskýrt fyrir manni ýmislegt sem maður vill fá að vita. Það er skemmtilega að tala við svoleiðis fólk sem að veit eitthvað. Já, það er skemmtilega að tala við fólk sem að er vel menntað, talar góða ensku og er upplýst. Maður getur verið ósammála því, maður veit að stundum þeir ekki kannski að segja manni allan sannleikann, en hins vegar var þetta nú kynnisferð til að læra. Þetta var ekki trúboðsferð til að segja Kínverjunum hvað er rétt að gera. Nei. En þeir hafa kallað til Kínverjar, það er eitt af því sem er áberandi þegar maður er bara að lesa og hlusta á svona helstu fræðamenn í heiminum, að þeir eru flestir sem eitthvað vitir í hafa tengsl við Kína. Það er eins og Kínverjarnir séu að reyna að soga að sér allri mögulegri þekkingu sem þeir hafa, öfugt Bandaríkin sem er að reyna að slá frá sér allri þekkingu sem að til er. Já, það er nú bara að verða brain drain eða sem sé öfugt brain drain. Bandaríkjamenn eru núna bara að rekja frá sér vísindamenn. Ég veit nú og í Bandaríkjum hefur náttúrulega verið töluvert lengi þannig að margir af þeim sem hafa verið öflugastir sem sé í vísindastarfsemi þar er fólk sem kemur frá Asíu og þessar takmarkanir eða sem sé ofsóknir gegn háskólunum í Bandaríkjunum þær eru náttúrulega eins og mjög margt af því sem Trump er að gera að það gengur algjörlega gegn bandarískum hagsmunum. Það var sagt og sennilega er það alveg rétt sko að fyrir einhverjum áratugum sko þá voru Kínamennir allir í því að stela hugmyndum og tækni frá Vesturlöndum. Hinn síðari ár þurfa þeir ekkert að gera það. Þeir geta þetta allt sjálfir. Það er snúist við held ég. Það er Vesturveldin að reyna að stela frá Kínverjunum. Það var svona trúboðsferð, þú varst að selja þeim í Kína ekki? Nei, ég var nú bara að kynna þeim svona fyrir Kína með öllum sínum kostum og göllum og líka bara, ég held að þetta fólk sem fór með mér hafi nú haft mjög gaman af því að sjá. Og ég er náttúrulega svolítið fastur í 50 ára aftur í tíma þegar það var á dögum menningarveldingar.
Svo sáu þau hvernig þetta í dag og þetta svo gríðarlegar breytingar að það lyginni líkast. Hann aðeins hefur ekki sérst. Það náttúrulega, sko, þegar maður fer í svona ferð og það gríðarlega fróðlegt að hitta þessa kínversku elítumenn en þeir segja manni náttúrulega ekki af göllunum í Kína. Þeir segja ekkert að segja manni af mannréttindabrotum eða vandræðum með einhverja þjóðfélagshópa sem maður lest í vestrænum fjölmiðlum. Ekki frekar við þegar við tökum út í gessum. Nákvæmlega. Og þannig að sko maður kynnist kannski göllunum minna heldur en kostunum. En hins vegar var þetta bara í til heila gríðarlega fróðlegt. Maður heyri það stundum, ég pröfaði við þetta borð og sagt eitthvað í þá verðurna, kannski ef við að læra eitthvað af kynverum, til dæmis í húsnæðisuppbyggingu, að þá svona helmingur þeirra sem ég segi þetta við, stekkur í eitthvað svona, og viltu þá bara að við förum að kúa múslima í vesturutunum? Að það svo eins og við séum algjörlega heila þvegin af einhverju svona skilaboðum frá. Já, og ég held reyndar að ég var nú að ræða við góðan vinn minn Íslending úr diplomasíunni fyrir nokkrum dögum sko og það nú einstaklingur sem að verða nú seint sakaður að vera hallur undir kommunisma en þessi einstaklingur sagði við mig að það hefði náttúrulega við átt okkur á því varðandi Kína að núna undanfarin töluvert langan tíma hefðu Bandaríkjamenn verið í stöðugri áróðursherferð gegn Kína þar sem þeir hafa spáð því að efnahagurinn muni fljótlega fara í rúst, draga úr öllum framförum í Kína og í rauninni reyna að leggja mikla áherslu á mannréttindabrot og annað slíkt sem vel kann að vera rétt en var að vara mig við því að trúa eins og nýju neti því sem Bandaríkjamenn segja Kína og því það hefur náttúrulega lengi verið ljóst að það ekki bara Trump heldur var þetta líkum Biden og forverana að Bandaríkjamennirnir sem hafa verið öflugasta stórveldi veraldarinnar og fremstir á eiginlega öllum sviðum að þeir eru bara skíthræddir við framfarirnar í Kína og eiga erfitt með að viðurkenna hvað Kínverjarnir eru komnir langt á mörgum sviðum. Og telja það margir að það sé hluti af öryggisstefnu Bandaríkjanna að reyna að stöðva vöxt Kína með einhverjum tiltækum aðferðum. Þegar öðru kostið mun rísa upp í Asíu stórveldi sem við ráðum ekki við á heimsvísu. Það eru náttúrulega fleiri ríki sem eru á gríðarlegri siglingu þarna í Suðaustur Asíu til dæmis og svona á uppleið og Indland meðal annars nú á uppleið þó að það séu líka mjög stór vandamál þar, sérstaklega út af stéttskiptingu og öðru slíku. Indonesia með 300 milljónir og Malasía. Menn gleyma alltaf Indonesíu. Gríðarlega stórt land. Sem er líka að rísa svona hratt upp. Líklega erum við komin inn á tíma Asíu. Sko við náttúrulega vesturlandabúar erum vanir því að vera ríka, fræga og flotta fólkið og gáða fólkið. Okkur náttúrulega líður alveg fellega illa ef einhver aðri fær að vera jafnríkir og við og tala ekki ríkari. þá erum við orðin svona secondary citizens á jörðinni. Ég algjörlega ósammálaður það. Mér líka það mjög vel að það sé einhver aðrir sem eru ríkari og fremri okkar sko og ég hef engin vandræði með að viðurkenna það að kínversk menning er miklu merkilegri og eldri heldur en evrópsk menning. Þetta er svona eins og með vaxandi kvennaveldi. Ég bara rosalega ánægður með það að þessum byrðum hér í landinu til dæmis á pólitík sé létt af kallpungum og mínum aldri sem voru nú ekki allir mjög farsælir í stjórnmálum og það séu bara stelpur sem taki við. Það er líka gott ráð að ef þú ert klárastur í herbygginu þá er því vitlaus herbyggi. Þú ert að fara eitthvað annað herbyggi. Góð lína. Herðu, en Tryggvi, af hverju fórstu þetta til Kína fyrir 50 árum? Það var nú bara slempil lukka. Ég held að það hafa nú verið Guðmundur Árni sem las einhverju auglýsingu fyrir mig að það væri í Mogganum að það væri auglýst eftir námsstyrk í Kína. Og hverju fór hann ekki? Ég rétti upp hendi. Ég sæki það og svo sótti ég og
Hann var ekki eins ævintýra gjarn og Tryggvi. Hann var nú ekkert ákveðin hvað, var nú reynda búin að ráða mig sem kennari í Sandgerði á sama tíma, en svo hafði sendiráðið samband og mér stóð tilbúið að fara þarna og ég dreif mig og sé ekki eftir því að ég kynntist tíma sem helmingur Kínverja þekkir ekki. Það eins og unga fólki segir í dag, varst þú til í gamla Kína? Þetta fortíð fyrir þeim, sko. Þetta svona skemmtileg mynd, sko. Valkostirnir hjá Tryggva 1975 annars vegar að verða barnakennari í Sandgerði og hins vegar að fara til Beijing og kynnast kínverskri menningu og stjórnkerfi. En þótti þetta stóra ákvörðun, mann stóð eftir því, Óli, að Þetta þótti rosalega stóra ákvörðun. Óttaðistu, þetta ekki litli bróðir? Nei, ég var ekki aldrei neitt hrædd, ég hef aldrei verið hræddur hann. Hann bjargar sér algjörlega og ég hafði enga ástæðu til að ætla að Vesturlandabúar í Kína væru neitt í einni hættu. Ég held nú reyndar að Tryggvi og Ragnar það hafi verið fyrstu Íslendingarnir sem fóru til náms í Kína í langan tíma. Það hefði verið að minnsta kosti einn námsmaður í Kína á 7. áratugnum. En ég held að ég tölvöld langan tíma hafði engin Íslendingar verið það. Ég hafði engar áhyggjur á honum. Og svo skrifaði hann mér og vinum sínum eins og ég nefndi, menn skrifaði löng sendibréf og ég las ekki bara mín bréf, heldur las ég öll bréfin sem hann skrifaði vinum sínum. Því að Tryggvi sem að reyndar á þeim tíma og var nú með þá sérvisku að vilja vera með fjölnistafsetningu og skrifaði Tryggvi með einföldu að hann skrifaði svo illa að vinir hans gátt ekki lesi bréfin, þannig að ég var svo eini sem gætt lesið þannig að þeir kölluðu í mig til þess að lesa upp átt fyrir sig bréfin frá Tryggva til sín. Hann var að vísa og senda þeim líka einhverja segurbandskólur en þetta var mjög skemmtilegt. Það var aldrei neinar áhyggjur á honum í Kína. Sko þegar maður fer að læra táknmál þá skilum maður það annarkvort táknmál eða hljóðskrift og uppsynjunni og ég náttúrulega nákvæmlega sami framburðurinn. Þannig að það var engin ástæði til að vera með einhver tákn umfram það að hljóðskrifa orðin. Þetta var mín afstæði á þeim tíma. Nú ég fór yfir til af og ömmur sem bjuggu þá í næsta húsi við okkur til að segja frá þessu og þá sagði amma mín, Guð verði með þér. Og þá nussaði ég af og sagði, hvað er þetta kona? Það er engin Guð í Kína. Og þá sagði amma, það skiptir engu máli. Ef ég bið Guð að fara með Tryggva til Kína, þá fer hann með honum. Og hann gerði það ekki? Hann gerði það? Ég veit ekkert, ég þekki hann svo lítið. Þú rakst ekki á hann? Ég rakst ekki á hann. Allavega gekk þetta vel hjá Tryggva hvort sem það var drottni allsherjar að þakka eða einhverjum öðrum. Herðu, það er gaman að fá okkur í spjall Kína sem er náttúrulega það er merkilegsta sem er að gerast í okkar heimi og skiptir náttúrulega rosalega máli í sambandi við alla heimspólitíkina að við séum með svona eðlilegt og svona einhvern veginn raunsett mat á hvað Kína er. Já, og það er nú líka, hann skrifaði nú grein kínverski sendiherrann okkar hér sem er einn af þessum ungu velmenntuðu elítumönnum sem ég var að tala áðan. Hann skrifaði grein í Mokkan og í þessari grein var hann nú að leggja áherslu á það að það bæri að stuðla að frjálsum viðskiptum í veröldinni og lagði til að Kína, Evrópusambandið og Ísland tækju höndum saman að tryggja sem sé frjáls viðskipti í heiminum og einhver tíman hefði mann nú brugðið við það að sjá þessa línu koma frá Kínverjum á sama tíma og Bandaríkjamenn eru með tolla og gegn frjálsum viðskiptum. Ég vona að Evrópumenn fari ekki að láta narra sig út í eitthvað tollastríði við Kína sem að getur nú... Ég held reyndar að með það sem ég hef verið að velta fyrir mér undanfari með þessa nýju heimspólitík og mér finnst hvað athyglisverðast er að sko Trump og þessi stefna Bandaríkjamanna hefur hrakið Evrópumenn til þess að verða sjálfum sér meira nógir. Það hefur sameinað Evrópusambandið meira heldur en hefur gerst í langan tíma og Evrópumenn mjög margir, maður sér það á ráðamönnum, þeir tala miklu meira það að Evrópumenn verði að girða sig í brók og vera sjálfum sér nógir. Og það sem mér finnst gríðarlega áhugavert hver verður þróunin
náttúrulega bæði á sambandi Evrópu og Bandaríkjana, hvort að það versnar enn eða hvernig það verður. En áhugaverðast finnst mér hver verður þróunin á samskiptum Evrópusambandsins og hinna Evrópuríkjana við Kína. Mér finnst það mjög opin spurning og vonandi að Evrópa láti ekki Bandaríkin narra sig. Evrópa náttúrulega svolítið beygð undir Bandaríkin eins og taka þegjandi og hljóðalaust 15% tollum og fleira sem eiga að vera svona helstu stuðningsríki. Já, það kannski lítið annað að gera núna en hins vegar þá eru Evrópmenn náttúrulega líka að bregðast við með því að gera upp með sig buxurnar eins og ég sagði til að mynda þegar að Trump heimtaði það að Evrópuríkin færu að auka útgjöld sín til varnarmála. Bandaríkin hafði náttúrulega borgað miklu meira heldur en Evrópuríkin og sjálf sem mjög eðlilega krafa á hálfu Bandaríkjana. Og fengið raunverulega Evrópa hlítið þeim einu öllu í staðinn. Þá reiknaði Trump náttúrulega með því að Evrópumennir þegar þeir sem sé færu að kaupa meiri vopn, þá myndu þeir halda áfram að kaupa þau öll frá Bandaríkjunum. Auðvitað gera Evrópumenn það ekki. Auðvitað fara þeir að framleiða sín eigin vopn og þetta getur leitt til þess, þó ég sé nú engin sérfræðingur á því sviði, að þeir meira og minna hætti að kaupa bandarísku vopnin. Þannig að aðgerðin í rauninni snúist algjörlega við í höndunum á Trump. Rétt eins og svona til skemmtunar að þá tollarnir sem að hann setti upp gegn Kanada leiddu nú til þess að Frjálslyndiflokkurinn vann þar kosningasigur sem að enginn hafði búist við og önnur svona afleiðing af Trump-stefnunni var svo að verkamannaflokkurinn í Ástralíu vann þar góðan kosningasigur líka. Þannig að það fer nú ekki allt eins og ætlað er. Það eru svona unintended consequences. Afleiðingar sem enginn bjóst við að sá fyrir og Evrópa er á miklu tímamótum og meðal annars að einhver leyti léta Evrópa eins og við lifum í einpóla heimi en er núna líka vonandi að renna fyrir fólki að svo er ekki og það til dæmis sýnir það að tilraunir til þess að einangra Rússa bara mistókust vegna þess að heimurinn er bara miklu stærri heldur en Vesturlönd. Og sömuleyti getum við sagt að bæði gengur Rússum betur á vígvellinum en Rússum gengur ágætlega í heimsmálunum. Putin er boðið til Alaska og nú er hann að fara inn í Evrópusambandið til Budapest og ég sé ekki betur en hann bara vaði heiminn eins og fínn maður og alveg saman hvað Evrópusjóðurnar vilja. Ég held ég þurfi nú andmælaður eiginlega allt þetta en það er efni annan þáskunarfóri. Þá heitust við og kannski kemur Tryggvi þá með. Ég þarf að leiða þetta bróða minn því að hann veður villu vegar Það vorandi endist einhver ævindi þess að þú leiðir þetta. Það er óvíst. Ólafur og Tryggvi Harðarsinnir, kæra þakki fyrir að koma hingað og segja okkur á Kína. Takk. En við ætlum að halda áfram að reyna að skilja hana heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá ætlum við að ræða bækur eins og maður á að gera þegar styttist í jólin ekki síst þótt sumir myndir nú segja að maður ætti að ræða bækur allan ársins hring en það koma þær nú orðið út á öllum tímum þótt mest sé náttúrulega hið svokallaða jólabókaflóð. Nú í dag kom út bókin Piparmeyjar, Fröken Þóra og saga einhleypra kvenna á Íslandi. Og þetta er fyrsta
eintakið, höfundar eintak sem ég held hér á. Ég hef nú ekki náð að lesa hana en mér langar að vita hvers konar lífi piparmeyjar lifðu, hvaða stöðar höfðu í samfélaginu, hvert viðhorfið var til þeirra og svo framvegis. Og strax á bakinu þá segir hana Þóru að hennar hlutskipti hafi verið að annast aldraða foreldra sína, halda gestkvæmt heldri manna heimili, ala upp systkinabörn sín og sinna eftir föngum kennslu. Og þetta nú svona sú mynd sem að mig grunaði kannski að hefði orðið hlutskipti einhleypra kvenna, að vera ekki kannski að lifa og starfa á eigin forsendum. En hingað komin höfundur bókarinnar. Velkomin, Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir. Þú ert sagnfræðingur, veit ég, rithöfundur og gefur nokkra bækur. Svo ertu dóttir Jakobínu skáldkonu og starra í Garði. Jú. Og til hamingju með þessa bók. Takk fyrir það. Er þetta, ef að byrja á svona ritunartímanum, er hann langur? Já, það fyrir svolítið eftir hvernig það litið. Það að segja, ég skrifaði meistararitgerð í sagnfræði og lauk henni, eða ég útskrifaðist 98, ég manni það ekki alveg, það skiptir ekki máli. Og hún fjallaði ógiftar konur á Íslandi, 19. aldar konur. Þannig að það var svona kannski grunnurinn að þessu upphaflega og síðan þegar ég fór að skrifa, ég er búin að vera 6 ára með þessa bók, skulum við segja. Já. Og svo hafði ég þennan grunn. Ég hafði svona ákveðin fræðilegan grunn þarna, en í raun og veru kastaði ég meistararitgerðinni meira og minna út í hafsauga þannig að því ég er að skrifa fyrir bara alla. Ég vil að fólki finnist gaman að lesa bókina mína. Ég er ekki endilega að slá að fræðilegum kröfum, alls ekki, en ég lít á mig sem sagt ekki sem háakademískan fræðimann, heldur meira svona sem brú til almennings, til þess að miðla sögunni. Já. Þú veist, en ég ber mikla virðingu fyrir þeim sem að skrifa mjög akademískt og fræðilega. En ég menna eins og ég segi, ég er með talsverð þykkar skrár þarna og það er allra, ég segi ekki einu sinni að sólinn hafi skinið vísa í heimild. Nei, ég sé það að það er vandað til verka og bara mjög gott að bókin sé jafnframt aðgengileg hverjum sem er. Manstu ef við förum aðeins aftur í tíman áður við ræðum sjálft efni bókarinnar, manstu hvenar, þegar þú minnist á þessa meistararitgerð, manstu hvenar svona áhugin kviknaði fyrst á hlutskipti einhleypra kvenna? Já, málið var það að þegar ég skrifaði B-ritgerð þá var hún svona stjórnmálasögulegs eðlis og þú náttúrulega, við erum nú sveitungar og þú þekkir mitt ættirni og veist alveg hvernig ég var alin upp þannig að þetta var eiginlega hálfgerð skylda. Já. En síðan fannst mér ég hafði bara áhuga á það sem við köllum þá kvennasögu en myndi vera væntanlega kvenna- og kynjasaga í dag. Já. Og það er svona láminn áhugi en kveikjan var svona persónulega því að ég var 35 ára þegar ég kynntist manninu mínum og þótti algjörlega eiginlega komin fram yfir síðasta söludag það bara, þú veist, ég var að pipra og það byrjaði að tala þetta bara, ég fór að heyra þetta bara frá 16 ára aldri, ætlar þú ekki að fá þig kærasta og síðan velti ég fyrir mér að strákarnir, skólabræður mínir eða jafnaldra, þeir voru ekki spurðir svona. Nei, þeir fengu ekki sömu spurningar. Nei, þetta birtist ekki með sama hætti fyrir konur og karla. Einmitt. Þannig að ég var hans að pæli bara hver væri rótina þessum viðhorfum. Já. Og hvernig var talað sérstaklega konur sem giftust ekki og þegar ég er búin að kafa honi þetta núna svona fræðilega. Já. Og það er hann að kafli sem fjallar piparmeyjar og piparsveina. Bara orðavalið. Piparjunga til dæmis. Já. Þú finnur ekkit sambarlegt karla. Nei. Þeir eru kannski piparkarlar, piparsveinar og ef þú fer síðan þetta bara að rekja sögu þessara orða, þá fá konur svona einhvernar orð með neikvæðri merkingu en karlarnir ekki.
Já. Þeir eru James Bond, sko. Og þær eru Miss Marple. Miss Marple kannski aðeins svo flott, en einhver svona aðeins, skulum við segja, uppþornaðri, sko. Já, en þú fer þar í fótspor móður þinnar, Bínu í Garði, að þú hugur ykkar beggja stendur til þess að skrifa sögu kvenna í einhverju mynd. Það varpa ljósi á eitthvað í lífi kvenna sem að... Jú. Mamma var nú svona svolítið sökuð það að vera meira upptekinn af stétt en kyni og svona eitthvað, sko. Þannig að þær voru nú ekki allar alveg ánægðar með hana sem feminista, sko. Nei. En það er samt svona vissumarki alveg rétt, en auðvitað var líf mömmu var bara mjög hefðbundið þannig að því leyti til að hún var húsmóðir í sveit og pabbi gæti ekki einu sinni, sko, sótt sér mat í ískapil á þú veist, það var alveg skýr kynbundin verkaskipting. Já, og þjónustu hlutverk að einhverju leyti. Já, bara eins og bara á öllum öðrum heimilum. Já. Það eina sem að hún gerði öðruvísi var að skrifa þessar bækur og það var vissulega dálítið mikið öðruvísi. Já, ég sagði þér áður við hófum upptökuna að ég hefði áhuga á þessu efni. Ég til dæmis ólst upp í húsi sem skiptist í 2 íbúðir og það voru 2 einhleyp systkini pappa, bara hinum með við þilið og ansi margir á þeim tíma sem að voru einhleypir. Þú sagðist einhvern tímann hafa svona að það hefði komið þér á óvart hver margt einhleypt fólk var í Mývatnssveitinni. Nú er ég í þessari bók fyrst og fremst að fást við svona, skulum við segja, aldamóti 1900 af því að konurnar, ég er með mjög margar konur sem ég skoðaði, alveg 200 konur. Já, 200 konur, Já, sem eru svona grunnurinn að þessu, þó ég sé fyrst og fremst að skrifa ævisögu fröken Þóru, við skulum aðeins koma því bara eftir. En ég í lok bókarinnar, þá fyrir svona svolítið að velta fyrir mig bara nútímanum og þá var ég að hugsa bara sveitina okkar og hvernig þetta var þegar ég var að vaks og grassi og ég fór bara svona að hringi í kringum vatnið sem að gera, sko, frá einum bæ til annars. Akkurat. Og þetta var svona cirka 500 manna byggðarlag og ég man ekki töluna, það voru ótrúlega margir einhleypir fólk sem hafði aldrei gifst eða eignast börn. Stundum var það bara einn einhleypingu, stundum voru það saman bræður, systur eða systkini, 2 og 3 á sama bænum, sko. Þannig að ég var svolítið hissa, og ég var líka að velta fyrir mér. Maður skilur þetta fyrr á tímum þegar fólk var bara í vistarbandi og gæti ekki fara bara þangað segja langa. Það var heldur engin almennilegur vinnumarkaður. En þetta fólk sem var af kynslóð foreldra okkar, það gat alveg farið. Það gat bara farið í burtu og fundið sér maka, það gerði það ekki. Nei. Einmitt. Þannig að það var svolítið merkilegt. Kannski voru einhver svona félagsleg viðmið eða andleg höft sem framlengdu í vistarbandinu þótt hinnar veraldlega eða praktísku ástæður hefðu. Ég held að það sé alveg rétt það. Ég held að gamla munstrið bara helst. Elsti bróður var bóndinn og systkinin urðu svona vinnufólk hjá honum eða eitthvað svoleiðis. Í nútímann þá fór fólk auðvitað bara að sjá búi saman en þú gast verið heima. Ég gat alveg verið í Garði, sko. Það kvartla alveg að mér. Það kvartla að þér, já. Heyrðu, en sko af hverju tekurðu sögu Þóru svona sérstaklega? Hún er 200 konur, segirðu. Já. Og hvað er það við Þóru, fröken Þóru? Hún er raun og veru mjög fjarri öllu mínu. Þetta er ekki sveitakona, sko. Nei. Þóra Friðriksson, hún var fædd 1866. Hún er af svona borgara stétt í Reykjavík. Embættismanna stétt. Pappinnar var Halldór K. Friðriksson, yfirkennari í lærðaskólanum, fjölnismaður og menntaði maður, og mamma hennar var dönsk af svona borgara stétt. Já. Alltaf tölu dansk á heimilinu af því að mamman lærði ekki íslensku almennilega. Já. En sko hugsun mín var svo, ég var með allar þessar konur, fyrst ætlaði ég að vera með nokkrar konur sem ég væri að draga svona fram. Já.
en bæði mín hugsun og svo kannski ritstýrunar minnar, hennar Sigríðar Ástu Árnadóttur var svona svolítið að já, það er alltaf svolítið gott að vera með eina persónu sem að fólk getur svona einhvern veginn kynnt sér og það er alltaf, fólk hefur alltaf áhuga á slíku. Já. Ég valdi kannski Þóru vegna þess að ég hafði samband við Ásdísi Höllu Bragadóttur sem að skrifa þetta bókina Læknirinn í Englaverksmiðjunni sem var Mórits Halldórsson og hann var bróðir Þóru sko. Og ég skoðaði hans hvað það er vísu söguleg skáldsaga en hún er með svona heimildaskrá og hún sagði mér að það veri fullt af bréfum sem að Þóra hefði skrifað á handritasafninu. Já, þannig að mikið til að heimildum. Já, það sem að bréfin sem ég nota eru bréf sem hún skrifa systur sinni, systir hennar giftist og flyst vestur á Firði og bréfin spanna svona frá því að Þóra er 20 og þangað til að systirinn er látin þarna 1909 og þessi bréf, þetta eru rúmlega 200 bréf og þau eru öll á gamalli fínni dönsku og náttúrulega eins og gömlu bréfin eru, þú veist, þau eru skrifið með pínulítilli kongulóaskrift en ótrúlega gullnáma, það er bara, hún lætur alls konar skoðanir fjúka og bara hreyfir mig alveg með sér en líka það að þetta er kona af svona betri stétt í Reykjavík hún elst upp á þessu embættismanna heimili, hann er í öllum mögulegu alls konar félagsstörfum og hann er í bæjarstjórn og hann er á þingi og ég veit ekki hvað pabbi hennar sko, þannig að þarna bara lappar Íslandssagan í gegn sko, alls konar fólk kemur á heimilið pabbi hennar skrifaðist á latínu á við Jules Verne og kemur fyrir í leyndardómur Snæfellsjökuls sem persóna og sko Jules Verne kom aldrei til Íslands en Halldór var ein heimildinas Ísland sko þetta uppgötvaði ég þegar ég fór að kynna mér þetta fólk sko. Þannig að það er svona hliðar gullnámur í bókinni. Já, og Þóra hefur á þann draum bara frá bernsku, hann langar svo að læra frönsku. Það var enda pínu franskt blóð í hennar æðum sko, í gegnum mömmunar. Og hann langaði stóri draumurinn sem hún hélt að yrði aldrei að veruleika, það var að komast til Frakklands. Þetta átti allt eftir að rætast og það var bæði með hjálp góðra manna, hún kynntist frönskum skipherra á herskipi sem var alltaf að koma til Íslands og hann var svona hennar velgjörðamaður en allir draumarnir rættust. Hún lærði frönsku og var orðin eins og innfædd, hún var langdvölum í Frakklandi ekki síst eftir að foreldrarnir mammenar deyr 1911 og þá er hún náttúrulega komin á 50 aldur vel og hún þá svona gat hún loks frjálst höfuðstrokið. Þetta var náttúrulega, hún var yngst sko, það eru 6 systkini sem komast á legg og hún er yngst og ég sá það þegar ég er að skoða einhleypu konurnar að við erum alltaf að tala um það Ísland þegar var ekki tryggingakerfi, það er enga tryggingar fyrir 1936 og hún en það var ekki sérstakt fyrir Ísland að yngsta dóttirinn var oft föst heima. Ef að þessi eldri voru gift þá varð einhver að vera til að annast foreldrana. Tryggingin þín fyrir framtíðina, þá voru börn og það er alvarlegt fyrir ekki síst konu að vera einhleyp af því að hvernig átti hún að framflytta sér. Þau voru ekki auðugt fólk sko, hún var ekki að erfa einhverja stóra fúlgur. Já, hún var alltaf að kenna líka og hún var alltaf að hugsa hvernig hún ætti að tryggja framtíðina og hún var rétt að verða 60 þegar hún opnaði tískuverslun í Reykjavík með vinkonu sinni og hún rak þessa verslun alveg bara, hún deyr þarna nýrætt og hún var að vinna næstu því bara fram á síðasta dag sko. Það var ekkert verið eitthvað að fá einhvern ellilífur og slaka á sko. Nei, þá dettur mér í hug sko, er sitt hvað sem að Þóra upplifir sem er sammerkt með öðrum einhleypum konum en annað sem að greinir hana svolítið frá.
samanber þetta lífslöp sem þú ert að tala er hún hérna að einhverju leyti samnefnari fyrir hinar 199 konunnar en lifir samt óvenju svona blæbrigðaríku lífi? Já, þessar konur sem ég skoðaði, það komið svona úr ýmsum, ég greindi þær svolítið bara eftir stétt og stöðu, þar að segja föður þeirra, því að til þess að finna út hvað það voru staddar í tilverinu og þær voru auðvitað, það myndi ég segja hafi greint þær að þannig, hún þurfti samt að vinna fyrir sér alveg eins og aðra stúlkur. Mér finnst hérna, hún hafi verið óhemju, hún glímdi við heilsubrest og svona. Hún hafi verið mjög viljasterk kona og vita hvað einhvern veginn. Hún hafði sterkar skoðanir, hún vissi hvað hún vildi. Og hérna, já, þannig að nei, er ekki bara hver einstaklingur hefur sín sérkenni, en ég meina það deildi þessar konur á svona kjörum. Það að hérna félagslegt viðmót frekar einsleitt, það ekki? Gagnvart einhleipum konum, eða hvað? Jú, hérna ég var að lesa, ég las mikið af endurminningabókum. Það var hérna leikkonu Reykjavík sem hétt Efemía Voge. Og hún skrifar einhvers staðar, það var hérna sauðakaupmaður, frægur skoskur sem hétt Cockhill og var í Reykjavík og hann var þekktur fyrir það, hann lærði íslensku og hann blótaði rosalega, hann hafði ægilegt orðbragð, var að hrópa eftir fólki. Það var skafan að blóta á nýja tungumálinu sem það lært. Og hann kallaði á eftir hérna Þóru Pétursdóttur biskupsdóttur sem var þá ekki gift, hún gifti seinna honum Þorvaldi Thoroddsen. Hann hrópar eftir henni á götu piparmiss, helvíta piparmiss. og hérna eitthvað hefur gefið honum heimild til þess að rópa það, eitthvað í samfélaginu. Já, hún sneri nú vist við og sagði að hann varst að tala við mig og þá sljákkaði kallinum. En það sem að mér þótti merkilegt af þetta var náttúrulega þetta piparmiss þarna að hún var ekkert svo gömul þegar hún giftist en hérna það var að fara að stimpla hana snemma og þetta var Ég held að það að pipra var ekkit þótti konum greinilega ekki eftirsóknarvert. Nei. Þú veist, það hafði svona neikvæðan blæi yfir sér. Já. Það er sérvitra kellinga með köttin sinn og eitthvað svona. Já, einmitt. Höfðu einhleipar konur minna frelsi til þess að lifa sínu lífi heldur en giftar konur? Nei, það myndi ég nú ekki segja. Nei. Margar þeirra höfðu ábyggilega meira frelsi. Meira frelsi? Já. Ég meina konur gifta konur fá ekki yfirráð yfir tekjum sínum og eignum fyrir ennum aldamótin. Já. Þannig að bara það Já. Þannig að þetta er að nokkur leyti sögur sterkra einhleipra kvenna? Já, nei, ég meina svo ég segi frá nokkrum nafngreindum konum þarna konur sem voru fátækar, konur sem réðu ekki miklu örlög sín, konur sem höfðu orðið fyrir ástasorg, fannst þær hafa beðið skipbrot, þannig að þetta er ekki einhver samfelld sigurganga, alls ekki. Nei, en sumar sögurnar, þetta er bara mjög fjölbreyttar sögur. Já. En þú hlýtur að hafa tekið einhver þemu út úr þessu. Viðhorf samfélagsins og svo framvegis, eins og ég svona spurði hérna í inngangnum. Hvað getur þú sagt okkur? Varðandi viðhorf samfélagsins til einhleipra kvenna? Já. Ég las aldrei mikið minningagreinum. Ég valdi þarna þessar 200 konur og svo leitaði heimildum þær og ég fann minningagreinar. Það er svolítið erfitt kannski að fara yfir það en ég ger grein fyrir í bókinni svona svolítið hvernig var þessum konum lýst, var það eitthvað frábrugðið frá giftum konum og var það frábrugðið frá einhleipum körlum og svo framvegis, þannig að ég svona fór aðeins í gegnum þessa orðræðu og kannski voru einhleipu konurnar af því að þær höfðu þetta orðið að vinna fyrir sér og sumar voru kennarar, sumar voru menntaðar og aðrar ekki og svo framvegis og ég myndi svona segja að þær hafi kannski verið svona mitt á milli
giftra kvenna og svo bara karla, því þær voru svona svolítið eins og karlarnir skilgreindar út frá störfum sínum, en svo var alltaf verið reynt að tengja þær við kvenhlutverkið. Það var það sanna það að þó þær hefðu ekki gifst þá væri þær samt konur og hefðu hið rétta kvenneðli. Þannig að ef þær hefðu verið að kenna þá voru nemendurnir börnin þeirra og svo framvegis. Og að reyndar koma þess fyrir að þetta var sagt líka karla sem hefðu verið skólastjórar eða kennarar að þeir hefðu verið þessu feður við börnin sín. En þeir voru samt, karlar voru svona, mesti munurinn sá að karlar voru skilgreindir út frá störfum sínum, þeir voru sjálfstæðir einstaklingar, en konur voru alltaf, hvort sem voru giftar eða ekki, alltaf tengdar við annað fólk. Þær gátu ekki staðið einar og sér. Ég að tala þetta svona í fortíð, Þetta sem sagt minningagreinur konur sem voru nánast allar fæddar fyrir 1900. Já, en hver var mynd þessara kvenna af þeim sjálfum? Hvað fannst þeim sjálfum hlutskipt sitt, mennur? Það gera ótrúlega lítið af því að fjallum það. Til dæmis bréfin hennar Þóru til systur hennar, þar sem hún svo sem lætur vað á súðum, hún talar aldrei það að hún eigi ekki kærasta eða hvort hann langi til eiga kærasta eða hvort þú sé skotin í einhverjum. Hún skrifar einu sinni það að þá hafði hún farið vestur á Firði að heimsækja systur sína og þegar hún kom heim þá voru bæjarbúar búnir að trúlofa hana einhverjum sýslumanni eða sýslumannssyni, ég man það ekki, og vera að óska pabbanar og mömmu til hamingju og henni fannst þetta fyndið. Ég fann enga aðra tilvísun í það og þær fjalla stöku sinnum en ekki mikið hlutskipti sitt. Þær eru meira að einhvern veginn að taka undir svona þessa hefðbundnu orðræðu hlutverk og eðli kvenna. Þær segja alveg fullum fetum að það göfugasta fyrir konuna sé að verða móðir og eiginkona. En þær setja það ekki samhengi við sjálfa sig og þær fara ekkert að pæli kannski að vara pælt í það, en það segja það ekki. Hvað gerir þetta þá, hvað þá þig? Hvar ert þú þá, fyrst að þetta það göfugasta og þú ert ekki að ná því. En þær náðu því í gegnum segjum að kenna og annast aðra. En ef við skiljum rétt þá eru þá styrkur þessara kvenna að færa einhverju leyti að njóta sín. Er staða þeirra öflugri heldur en maður myndi kannski halda svona óskoðað að þegar mér finnst að vera að tala þannig að ég myndi segja að það gildi kannski þessar konur sem hefðu öðlast menntun, sem að gengu menntavegin og þær voru margar mjög öflugar og svona í einhvers konar framvarðasveit eins og Ingibjörg H. Bjarnason og fleiri svona nafngreindar konur, en giftar konur gátt alveg verið það líka. Ég meina þegar ég talaði fyrst þegar var verið að fara að blanda konum eitthvað inn í Íslandssöguna þá var það alltaf bara Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Ég meina það var gift kona og takja barna móðir. Og þær voru fleiri þannig að það alls ekki þannig að bara einhleypakonur hafi haft frelsi til aðtapna. En það breyti því samt ekki, segjum eins og Bríet, ef að Valdimar maðurinn hennar hefði ekki verið svona sammála því sem hún var að gera, það hefði orðið örðugt fyrir hana. Þær fór ekki þvert gegn vilja eiginmannsins. Það gerði hún Emmeline Pankhurst. Suffragetta í Bretlandi ekki heldur, Nei. Þær hafa einhver tíma, það ekki? Einhleypar konur sem að kannski giftar konur hafa ekki, eða hvað? Hafa það meiri tíma? Geta það sinnt félagsmálum? Ef þú læsir bréfinin á Þóru Friðriksson meðan að hún að halda heimili fyrir foreldra sína, þá hafði hún engan tíma. Nei. Hún var bara á hlaupum frá morgni til kvölds, hún var að kenna og hún var að sinna heimilið og ég meina að þetta ekki eins og sinna heimili í dag, það allt náttúrulega bara þetta bara erfiðis vinna. Og það var engin leið að brjótast undan þeim skildum? Nei, fólki bara datta ekki í hug. Þú hafðir skildum að gegna við þína nánustu og það var engin spurning. Tæknilega séð
gátu kannski sumir þessara kvenna bara labbað út og farið að gera eitthvað að eigin vali. En það hefði verið ótrúlega svik, bara fólk hagaði sér ekki þannig. Nei, held ég. En veistu hver staða jafnréttis, ef við getum talað um það, sem er náttúrulega ekki, þetta er ekkert kynja jafnrétti á þessum tíma, en veistu hver staða, sem sagt, þessa hóps er samanborið við nágrannalönd eða eitthvað, hefur einhverja tilfinningu fyrir því, sko, hvort hlutskipti íslenskra kvenna var bara típist með að við hinn Norðurlöndin eða hvort hér var eitthvað sem að... Já, ég held að það hefur verið margt og þegar að svona kvennarhreyfingin fer að verða til, þessi kvennfélög og allt þetta, að þá þær fylgjast alveg með því sem er að gerast erlendis og það eru tengsl og Bríet til dæmis hafði mikil tengsl og það er svona við að lesa þessa 19. aldarsögu og skoða það svona. Ekki það, ég hef svo sem alveg gert það áður og ég er mikill sögunörd, ég les mjög mikið, að þá áttar maður sig á því að fólk heldur alltaf að Ísland hafi verið svo einangrað, en það var ekki þannig. Það voru heilmikið tengsl. Ótrúlega mikið af bara útlendingum sem eru stöðugt rápandi hér landið á seinni hluta 19. aldar til dæmi sem er það tímabil sem ég er að skoða. Já, og Reykjavíkum aldamótin 1900 þar sem betri borgararnir drukku sjokolade og champagne brugðu sér á skauta á tjörninni og tippluð á spariskónum yfir moldarflæðið fyrir fram að nýbyggt Alþingishúsið. Þetta er nú spennandi sögursið. Jú, það er reyndar sko eitt sem kom mér óvart þegar fyrst var ég og las inn á bókinni hennar Sigrúnar Pálsdóttur Þóru biskups og svo var ég að lesa það sem ég var þegar ég var alls konar þegar ég var að undirbúa þessa bók það var þessi kampavínsdrykkja fólk kom frá alltaf að suppla kampavín. Var það? Já, og mér að segja ef þú lest Þóru biskups að hún fer með pappa sínum í einhverja vísitassi norður í land og það er skálað í kampavíni í torfbæjum. Mér fannst nú samt það, þú veist, brennivínsnafsin hefði verið meira við hæfi en ok. En það var, Þóra skrifar mikið bara daglegt líf. Hún þarf að sjá heimilið. Hún er að skrifa hvað var í matinn og stundum segir hún frá því hvernig hún eldaði eitthvað eða bjó eitthvað til einhvern rétt. Og svo var þetta vín og hitt vín og á einu stað segir frá því að Grímur Thomsen var mikill fjölskylduvinur og hann satt á þinginu, þingi var annað hvert sumar og þá voru þingmennir mikið þarna í Kirkjustrætinu á hennar heimili og Grímur var svo mikill heimsmaður. Hann kunna að drekka vín. Þú varst ekki að belgja í því víni til að detta í það, heldur bara, þetta var bara svona listauki með matnum. Og hún segir mitt frá því að pabbennar taldi það ekki eftir sér að eiga allt þetta vín á heimilinu, þessar fínu sortir handa Grími, af því að það var bara, það var ekki dýrt, sko. Á þessum tímapunkti, það var bindindishreyfingin var ekki, líklegast ekkit farin að verða neitt mjög sterk hafnum þetta leiti. En fáið semst að vita hvað Reykvíkingar, hvað er höfð í matinn fyrir öllum þessum tíma? Já, ég datt svolítið onni svona, ég datt svolítið onni það hvað var í matinn og hún var að fara í einhver boð og þá að veisla þarna og hún fekk svo dásamlegt marengs með ís og eitthvað og þú veist ég er með svona auka efni hér og hvar sem eru svona uppskriftir, ég prófaði einhverjar uppskriftir. Já, það? Já. Hvernig gekk? Það var til dæmis þegar voru herskip og þá komu liðsforingjarnir og buðu dömunum af betra slektinu sko í siglingu og dansa og eitthvað svona og þau drukkuðu sjokolade og hún er að segja að við vorum með 14 potta af mjólk og bla 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 eitthvað og súkkulaði og eggjarauður. Nú, hugsaði ég, hvað? Já, ok, svo ég fór að bjóð til heitt súkkulaði og setti eggjarauður í það. Það var bara ansið gott. og sennilega hafa matvælinn á þessum tíma, nú er talað að við séum að drepa okkur á gjörunnum matvælum og rótvarnarefnum. Þau voru ekki vandamálið á þessum tíma.
eða hvað? Nei, sko það er eitt sem vantar inn í bréfin, það er það að hún segir ekki alveg nógu mikið frá. Veistu, hún er alltaf að tala hún er búin að þrífa öll nýju herbergin og eitthvað svona, en hvernig gerði hún það? Þú veist, skilur mig, og eins sem með matseldina. Af því systirinn hún þarf ekkit að vera að skrifa þetta til hennar, hún þekkir heimilið og veit alveg hvernig þetta er gert. En þetta er bara, ég hafði gaman að þessu. Eitt með matinn, það var líka rjúpur voru mjög mikið á borðum. Já, ekki bara mjólinn sem sagt. Nei, bara það var rjúpu postæ og alls konar rjúpu pottréttur og alls konar rjúpa þetta og rjúpa hitt. Já. En líka á hátíðin, sko. Pappi sagði mér, hann er fæddur 1922. Já. Honum fannst rjúpur frekar lélegur matur. Já. Og það kom ekki til greina hjá honum að það var rjúpur jól. Nei. Vegna þess að honum fannst þetta frekar lélegur matur og hann hafði augljóslega lifað lífskafla þar sem rjúpur voru bara mjög oft í matinn sem einhver svona, mér líka við að segja, hrakmáltíð. Það hefur auðvitað verið þannig. Já. En ég hafði ekki átt á þessu fyrir en að ég fór að lesa þetta mér fannst þetta merkilegt. Já, pappa fannst mjög fyndið þegar menn voru að hafa mikið fyrir því að flytja jafnvel inn rjúpur því að þetta var það er margt sem hefur breyst. Ég hef mikið áhuga líka bara á sögu svona hversdagslegra hluta eins og bara, þú veist að þessi barátta við tannleysið. Þess að fólk er náttúrulega að fara að borða svo mikið sætindi og það náttúrulega byrja löngu fyrr. Já. Og leið ábyggilega langu tíma ára menn áttu sig á samhenginu þarna á milli. Já. Og hún er að baksast því hún Þóra, hún er 30, hún er búin að missa ótrúlega marga tennur og henni finnst það ekki dægilega skemmtilegt. Nei. Og þá kemur tannlæknir, fyrsti íslenski tannlæknirinn, það er 1896 eða 7. Rífur hann ekki bara alla tennur úr fólkinu? Nei, það þurfti ekki tennurna, sko, hún fikk tannpínu og Sérbekk landlæknir hann bara reif úr henni tönnina og hann var alltaf að rífa úr henni tennur. Og það var ráðið við tannpínu, sko. Já. Og svo kemur þessi tannlæknir og hún segir frá því að hann sé að smíða upp í hana 4 tennur. Já. Hann vantaði tennur í efri gómi svo hún getur brosað. Og ég varð alveg heldtekin af þessu. Og ég fór til tannlæknis. Og ég segi við tannlæknin hennar, hvernig gætu þessar tennur hafa verið bara gerðar, þú veist, festar og svona. Já. En þá komst ég að því að það er greinilega ekkert verið að kenna sögu tannlækninga í tannlæknadeildinni. Stóð hann á gati? Hann vissi ekkert þetta. En þú ert alltaf að leita sögunni? Já, sagan er bara allstaðar og ég skil ekki hvernig þetta fari gegnum bara lífið á þess að hafa áhuga á því sem bara rótunum. Mér finnst líka að fyndi bara eftir þessum árin færast yfir mig, þá eikst alltaf sögu á því. Já, getur vel trúið því. Já. Þú ert nú ábyggilega svolítið grúskari. Í ríkari mæli, já. Og ég hef oft veltið fyrir mér, hvað er þetta? Er þetta hluta, er að skilja heiminn? Eða er þetta vegna þess að æviárunum fækkar og maður er svona að leita einhverju sátt, bara fyrir dauðan? Ég getur bara vel trúið því. Ég meina maður vill skilja tilveru sína og svo þörf knýr ábyggilega fastar á mann eftir því sem árin líða. Já, einmitt. Það er bara eðlilegt. Einmitt. Hverju spáirðu örlögum þessarar bókar? Maður veit aldrei þegar maður gefur út bók hvað gerist. Já, þú þekkir þetta nú. Ég þekki það svolítið sjálfur. En svona, það er einhver slatta fólki náttúrulega búin að lesa þetta yfir og eru neistar þarna sem eru líklegir til eldglæringa? Nei, það held ég nú ekki. Alls ekki. Nei. Sko, málið bara það, og eflaust ekki þú þetta líka, sem bókahöfundur, að þegar ég er að skrifa, þá er ég bara að skrifa. Þú veist, ég skrifa því að ég nýt þess. Já. Það er bara sköpunargleðin sem heldtekur mann. Já. Ég hef ekki hugmynd hvort einhver vil gefa það út, ég hef ekki hugmynd hvort einhver vil lesa það, ég bara skrifa og svo bara fer þetta út í heiminn
Og það fer mér að segja þannig að þegar ég er búið með bók og hún er bara komin út og farin í sitt ferðalag, þá bara fer mitt inntak upp í hillu og ég tek það helst aldrei niður. Það ekki ég líka. Lendi mestu vandræðum með einhver fyrir að spyrja mig árið seinna hvernig eitthvað hafi verið, því að ég bara, þetta er bara búið. Já, mamma sagði einhver tíman að skrifu bók hvað ekki meira virði en ég til matur. sem maður myndi ekki vilja borða aftur daginn eftir. Nei, það eitthvað svoleiðis. En ég hef ekki hugmyndum, ég vona bara, mér fannst gaman að skrifa þessa bók. Já. Og já, það eru nokkur búin að lesa hana yfir og ég bara vona að fólk hafi gaman að hennu og uppgötu eitthvað nýtt. Já. Þú ert góðu forlagi, mál og menningu. Já. Og ert þar alltaf með sama starfsfólkið í kringu þig eða hvað? Nei, ég byrjaði, Silja Aðalsteinsdóttir var sem sagt minn fyrsti ritstjóri og það var stórkostlegu skóli. Já. Ég náttúrulega var búin að fara í gegnum þetta sagfræðinámi og búin að vera blaðamaður og þú veist nú hvað blaðamennskan er góðu skóli í ritun. En hún tók mig alveg á beinu, það var ótrúlega góðu skóli og hún maður fekk það bara óþvegið. Og þegar ég skrifaði bókina, ég vona að Silja sjá þetta ekki en þegar ég skrifaði bókina með hana mömmu, að þá var hún eiginlega bara, þú veist, hún var bara á síðustu metrunum og þá vorum við fund í forlaginu og Silja er þar og hún las hana yfir líka. Þá segir hún svona, lítur hún á mig svona með þunga og segir, hvað ert þú að reyna að segja með þessari bók? Og ég fór bara að hlæja og ég sagði, ups, þetta hljómar ekki vel því að þetta var bara held ég, þú veist, í maí og bókin átt að fara í umbrot eða eitthvað. En allar hennar ábendingar voru góðar, hún kendi mér alveg rosalega mikið og hún sérst fylgdi svona, skulum við segja, þessum 2 bókum en ég er nú mjög spennt ef hún lesa þessa bók hvað henni finnst en hún sérst var ekki yfirlesari hjá mér núna. Nei, Silja var einu sinni ritstjóri hjá mér, bók sem heit Mannorðsmorðingjar. Já, einmitt. Þannig að ég, þú þekkir þetta. Hún er alveg frábær. Ótrúlega frábær. En ég er bara mjög, Sigþrúður dóttir hennar var sem sagt í raun og veru ritstýran á Jakobínu bókinni, en Silja las hana yfir, það var þannig sem það var. Og síðan núna Sigríður Ásta Árnadóttir, hún er ritstjóra þessari bók. Já. Veistu hvað ég var að gera núna á internetinu á meðan þú sagðir þetta síðasta? Nei. Ég googlaði Junga. Pipar Junga. Það talaði að koma af junk. Ha? Samkvæmt einhverju einhverjum upplýsingum hér á internetinu. Já. Því þetta bara piparusl, Pipar Junga. Já. Já, það hafi farið í svona ruslflokk eiginlega. Þetta er svakalegt, ef það er rétt. Já. Þú er ekki pælt í þessu þegar þú skrifaði bókina. Hvað þýðir Junga? Nei, reyndar ekki. Þetta er sláandi. Kannski vegna þess að, reyndar, ger ég það ofta. Ég fer í orðabókina og skoða merkingar orða, en ég gerði það ekki sérstaklega. Nei, ef þetta er rétt, það er nú ekkert víst að þetta sé rétt. Nei. En nei, sko, hérna kemur önnur skýring að þetta sé steyting á Jung frá einhver, já, allir þessi kemur ekki líklega. Jú, þetta kemur mér svolítið á orð, það er svo langt síðan að þetta orð fór að sjást, held ég. Já, einmitt, ég dreg mig í hlé, en það er allavega ólíkar kenningar til umræðu það hvað orðið þýði. Já. Og við erum sammála að það var náttúrulega notað neikvætt og það er áhugavert að þú segir að kallar hafa ekki fengið svona sama stimpil. Nei, ég er með kafla í þessari bók sem fjallar sérstaklega þetta. Já. Og skrifaði hann mjög snemma því þá fór ég að kafa onni í þessi orð. Já. Og ég náttúrulega hef oft pælt í þessu, þú veist. Eins og það er líka með þetta tvöfalda siðgæði, sko. Já. Hvað leifist strákum og hvað leifist stelpum og þetta tvöfalda siðgæði er náttúrulega alveg við ágætt líðið ennþá. Og þegar ég var að vinna heim í sveit einhver tíman á 9. áratugnum þá var þar viðloðandi ungu maður, hann var nú ekki mývitningur held ég samt, sem var daldið frekut í fjörsins í kvennamálum og var kallað gulltippi. Já, ég veit hvernig það átti. Já, ég þekki hann ekki, það veit ekki hvað maðurinn heitir, skiptir ekki máli.
og hérna þú veist, gulltippi, þú veist, og ég mynd velt því fyrir mér, já, til einhver gullpíka? Nei, hún nefnilega ekki til. Nei. Þær sem að hérna, komist í kynni við gulltippi, þær fengi ekkit allar neitt fínar einhvernir, sko. Nei. En þær voru bara að gera það sama og hann. Þær voru bara að gera það sama og hann. Það þarf 2 til, sko. Já, það eru einhverju leiti breyti tímar. Já, sem betur fer. Já, sem betur fer. Kvennaverkfall á morgun. Það er að taka þátt. Já, það gæti alveg verið. En sko, ég skal alveg viðurkenna það. Ég var unglingur á hérna, Lækjatorgi 75 og sem er alveg bara ógleymanlegt og einhvern veginn, það er einhvern veginn ekkit, hefur aldrei neitt komist neinst að nálagt þeirri upplifun, ég verð að viðurkenna það. Varstu þá tvítugt? Já, ég var 19 ára. Já. 18-19 ára og bara, já, vá, hvað mér fannst þetta. Ég var náttúrulega ung og þetta bara einhvern veginn opnaði augum hans og var bara svo áhrifaríkt. Já, einmitt. Ég segi bara takk fyrir að hérna, skrifa sögu kvenna. Það er nú ekkert rosalega langt síðan að konum áttu búa við það eða ortu fallegt ljóð, ekki satt að það var bara höfundur ókunnur. Það kallar gátt ekki undir þeim það að Það er ortu náttúrulega oft undir dulnefni. Ég er að lesa núna hérna, Kún kvenna eftir John Stuart Mill. Ég vitnaði mikið í þessa bók en hef ekki lesað hana orðið til orð sem var að gera það. Og það var fínn inngangur að þessu verki og einmitt verið að fjalla um það að konan hans, margt af því sem hann skrifaði, hafði hún skrifað með honum eða skrifa grunninn að. Og það var sko fjarri lagi að hann væri að hafa eitthvað af henni. Og það var bara eins og Björg C. Blöndal sem var held ég fyrst íslenskra kvenna með doktorsgráðu og hún skrifaði orðabókina ekki síður en Sigfús Blöndal maðurinn hennar en hennar hlutur var aldrei viðurkenndur. Þannig að þetta var ekki bara spurningum hvað þær vildu gera. Nei, einmitt. Og útgáfu hóf eftir helgi? Já. Ekki satt? Jú, þriðjudaginn. Þriðjudaginn. Á Fiskislóð. Fiskislóð. Innilega til hamingju með Pipar Meyjar og undirtitil Fröken Þóra og saga einhleypra kvenna á Íslandi, Sigga Stína. Já. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Og þá er þættinu lokið í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við minnum á það að ef þið hafið íhugað að styrkja samstöðuna, þá er hægðarleikur að fara inn á samstöðin.is og haka þar við hnapp þar sem ástendur áskrift. Og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði getið þið með stolti sagt að þið hafið gert ykkar til þess að stuðla að því að við höldum áfram að færa ykkur alls konar efni, samfélagslegt efni og menningarefni eins og nú síðast hér á undan. Nú, við þökkum ykkur einnig fyrir að deila efni okkar. Það getur skipt miklu máli fyrir litla stöð sem á engan pening til þess að auglýsa sig. Ef þau eru hrifin af einhverju efni að vera duglega að miðla því á Facebook eða öðrum samfélagsmiðlum. Við þökkum öllum viðmælendum fyrir samveruna í kvöld og ég þakka Pétri Fjellsteð og Laufey Lyngdal fyrir þeirra mikla þátt hér í hverju dagsverki. Það verður aðeins öðruvísi dagskrá á morgun, þá er vikuskammtur í beinni útsendingu, umræða fréttir vikunar, svo ítarlegt helgarviðtal á laugardagsmorgni, úrval fréttana síðar þann dag og svo þjóðmálaþátturinn Synir Egils á sunnudegi sem að sumir kalla flaggskip þjóðmála umræðu hér í þessu landi. En ég heiti Björn Þorláksson, þættinum er lokið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.